Þá er það annar liður á dagskrá, það er fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2017-2020 fyrri umræða og það er bæjarfulltrúi og formaður bæjarráðs Guðmundur Baldvin Guðmundsson sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar fyrir árið 2017-2020 er hér lögð fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Það hefur verið markmið meirihlutans á þessu kjörtímabili líkt og tíðkast hefur frá efnahagshruni að hafa samstarf vinnu við fjárhagsáætlunargerð. Í upphafi þessa árs höfðum við samstarf með stofnun aðgerðahóps sem hafði það að markmiði að fara í gegnum rekstur bæjarins og finna hvernig við gætum bætt rekstur hans og dregið úr útgjöldum. Það má því segja að sú vinna sem unnin var þar hafi verið hluti af vinnu við þá fjárhagsáætlun sem nú er lögð fram. Ég vil í upphafi máls míns líkt og ég hef undanfarin ár þakka fyrir mjög góða samvinnu á milli meiri og minnihluta á vettvangi bæjarráðs sem og annarra nefnda bæjarins. Frumvarp af fjárhagsáætlun Akureyrarkaupstað fyrir árið 2017 er nú lagt fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Áætlun var lögð fram í bæjarráði 3. nóvember síðastliðinn og vísa til fyrri umræðu í bæjarstjórn samkvæmt 3. málsgrein 62. greinar sveitarstjórnarlaga, nr. 138/2011. Gert er ráð fyrir að síðari umræða og endanleg afgreiðsla fjárhagsáætlunarinnar verði í bæjarstjórn þann 7. desember. En lögbundið er að fjárhagsáætlun sé afgreidd fyrir 15. desember ár hvert. Samhliða áætlun næsta árs er jafnframt lögð fram 3 ára áætlun Akureyrarkaupstaðar fyrir árin 2018 til 2020. Áætlunin nú gerir ráð fyrir að A-hluti sveitarfélagsins sé rekinn með neikvæðri rekstrarniðurstöðu upp á 232 milljónir króna og ljóst er að slíkur rekstur er ekki sjálfbær þegar til lengri tíma er litið. Þrátt fyrir þennan halla á A-hlutanum er gert ráð fyrir að rekstur A- og B-hluta sé rekinn með rekstrarhagnaði samkvæmt áætlun upp á 273 milljónir króna. Reiknað er með að útsvarsprósenta verði óbreytt frá fyrra ári eða 14,52%. Einnig er miðað við að álagning fasteignagjalda verði óbreytt á milli ára en svo tekjuaukning sem á sér þar stafar einkum af fjölgun bygginga í bænum og hærra fasteignamati. Þessi tveir liðir, það er útsvarsprósentan sem og álagning fasteignagjalda, hafa þó ekki verið endanlega samþykktir en verða til frekari umræðu á milli umræðna fjárhagsáætlun. Gert er ráð fyrir að tekjur A-hluta sveitarfélagsins hækki 5,7% frá útkomuspá ársins 2016. Útsvarstekjur eru áætlaðar 9,3 milljarðar króna og er áætlunin byggð á útkomuspá 2016 og gert ráð fyrir 7,5% hækkun milli ára. Fasteignagjöld hækka 8,4% og er áætluð 865 milljónir króna. Framlög í jöfnunarsjóði eru áætluð 2,7 milljarðar króna en tillögur frá jöfnunarsjóði framlög á næsta ári liggja ekki enn fyrir en fjárhæðir framlagan til einstaka málaflokka verða uppfærðar fyrir síðar umræðum. Í heild er áætlað að tekjur A- og B-hluta hækki 7,6% frá árinu 2016. Útkomuspá ársins 2016 bendir til að rekstrarniðurstaða A- og B-hluta verði neikvæð ríflega 426 milljónir króna sem er 42 milljónir króna meira tap en upphafleg áætlun gerði ráð fyrir. Þannig er svo að hagræðing sem fékkst með vinnu aðgerðahópsins sem stofnað var í upphafi þessa árs og skilað hefur 317 milljónir króna afkomubata étin upp af launahækkun ársins og gott betur. Talsverð óvissa er í kjara- og lífeyrismálum sem getur haft mikil áhrif á rekstrarreikning í ljósi þess að laun og launatengd gjöld eru 57,9% af rekstrartekjum A- og B-hluta. Í september síðastliðinn var undirritað samkomulag milli opinberra vinnuveitenda og heildarsamtaka opinberra starfsmanna breytingar á lífeyriskerfi opinberra starfsmanna. Það sem gert var ráð fyrir að sveitarfélög legðu til umtalsverða fjármuni til uppgjörs á óuppgerðum framtíðarskuldbindingum vegna núverandi sjóðfélaga. Byggði samkomulag þetta á að Alþingi gerði breytingar á lögum LSR til samræmis við framangreint samkomulag. Lagafrumvarpið náði ekki afgreiðslu á Alþingi fyrir þinglok og samkomulagið virðist því vera í uppnámi. Verði samkomulagið ekki virkjað fyrir lok árs verður nauðsynlegt að hækka lífeyrissjóðsiðgjöld 4,8% stig til A-deildar Brúar og 3,6% til A-deildar LSR. Áhrif hækkunar iðgjalda á launakostnað eru áætluð 240 milljónir króna
og hafa verið færð í fjárhagsáætlun. Því liggur mikil óvissa það liggur því fyrir að mikil óvissa kemur til með að skapast náist ekki að klára þetta samkomulag lífeyrismálin og forsendu bresti fyrir frekari samstarfi á vettvangi SALEK-hópsins og forsendu ákvæði kjarasamninga verði virkjuð á nýju ári. Þá þess að geta að 2 kjarasamningar sem Samband íslenskra sveitarfélaga gerir fyrir hönd sveitarfélaga eru lausir, en þeir eru við félag grunnskólakennara og félag tónlistarskólakennara, en töluverð óvissar hvenær samningar nást og áhrif þeirra á rekstur sveitarfélagsins. Fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar fyrir árið 2017 sem hér er lögð fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn tekur til reksturs aðalsjóðs og 12 fyrirtækja, stofnana og sjóða í hans eigu. Einnig fylgir samstæðureikningur fyrir A- og B-hluta hans, rekstraryfirlit samstæðureiknings og framkvæmda yfirlit Akureyrarbæjar. Sú regla sem fylgt við skiptingu rekstrareininga í A- og B-hluta er eftirfarandi. Í A-hluta aðalsjóður sveitarfélagsins auk annarra stofnana og sjóða sem eru fjármagnaðir að hluta eða öllu leyti af skatttekjum. Í B-hluta eru þær stofnanir, fyrirtæki og aðrar rekstrareiningar sem eru að hálfu eða meirihluta í eigu sveitarfélagsins og eru reknað sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar. Til A-hluta stofnana teljast aðalsjóður, fasteignir Akureyrarbæjar, framkvæmdamiðstöð og eignasjóður Gatna. B-hluta stofnanir sveitarfélagsins eru félagslegar íbúðir, strætisvagnar Akureyrar, Bifreiðastaðasjóður Akureyrar, Hafnasamlag Norðurlands, Framkvæmdasjóður Akureyrar, Gjafasjóður öldrunarheimilina, Byggingasjóður Náttúrufræðistofnunar, Öldrunarheimila Akureyrar og Norðurorka hf. Tekjur aðalsjóðs eru áætlaðar 17,7 milljarðar króna á árinu 2017. Tekjurnar skiptast þannig að skatttekjur eru áætlaðar tæpar 11,2 milljarðar, framlög jöfnunarsjóðs rúmir 2,7 milljarðar og aðrar tekjur rúmir 3,8 milljarðar króna. Laun og launatönd gjöld í aðalsjóði eru áætluð 10,3 milljarðar króna og annar rekstrarkostnaður 8,9 milljarðar króna. Þá er gert ráð fyrir að fjármunatekjur umfram fjármagnsgjöld verði rúmar 813 milljónir króna. Rekstraniðurstaða aðalsjóðs er því neikvæð 636 milljónir króna. En skoðum einstaka málaflokka. Fræðslumál eru sem fyrr tekur stærsta hluta af skatttekjum aðalsjóðs eða rúmar 6,3 milljarðar króna eða sem svara 44,4% af heildarskatttekjum. Ljóst er að þessi liður getur tekið breytingum þegar gengið verður frá kjarasamningum við kennara og tónlistarskólakennara en samningaviðræður standa nú yfir. Það er kannski rétt að geta þess að hér í þessu sambandi að samningaviðræður kennara var í gær vísað til ríkissáttasemjara, þannig að samningar náðust ekki milli aðila og það er það ver og vonandi ná nú menn fljótlega niðurstöðu þetta mál. Og við áttum hér fyrir þennan fund hér í bæjarstjórn fund með kennurum sem afhentu okkur langan og stóran lista af nöfnum kennara sem höfðu skrifað undir áskorunum að sveitarfélög í landinu brygðust við í þessu máli. En að sjálfsögðu vonum við öll að samningar náist og þessu máli ljúki. En áfram höldum við í félagsþjónustuna. Akureyrarbær mun verja ríflega 3,6 milljónir króna til félagslega þjónustu á næsta ári og eru útgjöld vegna málefna fatlaðs fólks þar umfangsmest. Þessi málaflokkur er hlutfallslega stór hjá bænum og samspil ríkis og sveitarfélagsins afar flókin í þeirri þjónustu sem við erum að veita. Mikilvægt er að vel sé fylgst með þeim kostnaði sem ríkinu ber að greiða af kostnaði vegna málefna fatlaðs fólks og mun ég leggja fram tillögu í bæjarráði þess efnis að gerð verði úttekt á rekstrinum og þeim kröfum sem við þurfum að standa undir og hvort að ríkið er ekki að koma að fullu inn í rekstrarþátttöku í þeim verkefnum sem þeim ber. Þá er gert ráð fyrir 336 milljóna króna framlagi til öldrunarheimilina og hefur þá verið tekið tillit til þeirra tekjuaukningar sem kemur með tilkomu nýs rammasamnings rekstur öldrunarheimilina. Það er því ljóst að þó svo að ríkið hafi bætt 1,5 milljarð inn í rekstur hjúkrunarheimilina í landinu, þá dugar sá hluti sem rennur til öldrunarheimilina engan veginn til að standa undir heildarkostnaði. Það verður því hlutskipti okkar áfram að leita leiða til að draga úr kostnaði á sama tíma og við sækjum áfram á ríkið réttlátt framlag til rekstrarins. Samkvæmt áætlun mun tæplega
Samkvæmt áætlun mun tæplega 917 milljónir brúttó varið til menningarmála á næsta ári. Tekjur vegna menningarmála eru áætlaðar 204 milljónir króna en þar af eru 172 milljónir króna vegna menningarsamnings ríkis og bæjar sem nýlega var undirritaður. Mjög ánægjulegt að þessi samningur skuli vera í höfn þó að sjálfsögðu hefðu við viljað sjá meira fjármagn en hann tryggir þó betri rekstrargrundvöll fyrir öfluga starfsemi MAK á komandi árum. Nettó kostnað vegna menningarmála ríflega 712 milljónir króna eða sem svara 5% af skatttekjum. Íþrótta- og tómstundamál eru þriðji umfangsmesti málaflokkurinn. Áætlaður heildarkostnaður málaflokksins 2.529 milljónir króna og stærstur hluti hans 950 milljónir króna greiddur af skatttekjum aðalsjóðs. Aukning á fjárveitingu til málaflokksins milli ára nemur 68 milljónir króna sem að stórum hluta má rekja til hækkunar á húsaleigu vegna framkvæmda ársins 2016 meðal annars við gervigras í Boganum, íþróttahús Naustáskóla sem og endurnýjunar á Skautasvelli. Þá höldum við áfram að hækka frístundaávísun til barna sem verða 20.000 krónur á árinu 2017. Alls var 426 milljónir króna í brunamál og almannavarnir. Tekjur slökkviliðsins vegna verkefna eru áætlaðar 208 milljónir króna. Akureyrarbær mun því leggja bruna- og almannavörnum til 217 milljónir króna á næsta ári. Til hreinlætismála verður varið rétt ríflega 342 milljónir króna brúttó á árinu 2017. Hér að ræða kostnað við heilbrigðiseftirlitið, sorphreinsun og sorpeyðingu sem og meindýra- og dýraeftirlit. 288 milljónir króna fara í sorpið og skiptist kostnaðin í sorphreinsun, gámasvæði, sorpeyðingu og jarðgerð. Gert ráð fyrir óbreyttu sorphirðugjaldi og að sérstakt gjald vegna sorpeyðinga verði óbreytt milli ára. Óhætt að segja með tilkomu klippikorta hafi umgengni og flokkun stórbatnað hjá bæjarbúnum. Kostnaður vegna sorpsins hækkar óverulega á milli ára og þegar framlíða stundir vænst til þess að draga muni og kostnaði við förgun með sífellt betri flokkun og umgengni. Sorphirðugjaldið skilar tekjum upp á 279 milljónir en það þýðir að sorphirðugjaldið stendur undir 97% af kostnaði við sorphirðu. Kostnaður bæjarins því tæpar 8 milljónir króna vegna sorphirðunar. Í skipulags- og byggingamál gert ráð fyrir að verja 119 milljónir króna næsta ári en gert ráð fyrir að vinnu við aðalskipulag ljúki á árinu. Gert ráð fyrir að rúmlega 771 milljónir króna renni til umferðar og samgöngumála á næsta ári sem 36 milljónir króna hærri upphæð en gert var ráð fyrir í upphaflegri áætlun 2016. Þarna munar mest hækkun á leigu vegna gatna sem skýrist af nýbyggingu gatna á árinu 2016. Gert ráð fyrir nærri óbreyttri fjárhæð til snjómósturs og hálkuvarna eða 100 milljónir króna og ef veðrið heldur áfram að vera svona yfir vetrarmánuðina eins og í dag þá bara nokkuð bjassinn á þá áætlun. Til umhverfismála gert ráð fyrir að verja alls 225 milljónir króna sem lítil hækkun frá fyrra ári. Til atvinnumála varið 179 milljónir króna sem svipuð fjárhæð og í áætlun 2016. Nýverið sagði verkefnisstjóri atvinnumála upp starfi sínu og hefur ekki verið tekin ákvörðun framhald þess starfs. En ljóst að fjármagn sem þar losnar verður þó áfram nýtt til verkefna á sviði atvinnumála og hefur meðal annars verið horft til frumkvöðlaseturs. Í sameiginlegum kostnaði þar rekstur ráðhús, bæjarstjórnar, bæjarráðs og sameiginlegs tölvukerfis gert ráð fyrir 712 milljónir króna sem nær óbreytt fjárhæð frá áætlun 2016. Á árinu 2016 unnið að stjórnsýslubreytingum og þess vænst að þær breytingar skili sér að einhverju leyti á árinu þó svo ekki sé gert ráð fyrir stórum fjárhæðum í því sambandi. Þá má líka geta þess hér að við munum hinkra með breytingar á launum bæjarfulltrúa sem tengd eru þingfararkaupi á meðan óvissa ríkir hvernig það mál endar. Af öðrum liðum þá lífeyrisskuldbindingin áætluð 300 milljónir króna auk þess sem gert ráð fyrir 240 milljónir króna í mótframlag vegna lífeyrissjóðs eins og fram hefur komið. Þar auki hefur við fært 250 milljónir króna inn í launapott og það nýbreytni hjá okkur og hugsað til að mæta þeim kjarasamningshækkunum sem við kunnum að fá á okkur á komandi ári en eins og áður sagði mikil óvissa á vinnumarkaði. Við vonumst þó til þess að fyrir seinna verði línur skýrar hvað varðar launa- og lífeyrismál og þá munum við þessar fjárhæðir endurskoðaðar. Í forsendum fjármagnsliði að þessu sinni byggt á verðbólguspá upp á 2,8% ásamt því að stuðst við vaxtagreiðslur sem þekktar eru.
Gert ráð fyrir að fjármagnsliðir aðalsjóðs verði jákvæður 813 milljónir króna. Fasteignir Akureyrarbæjar, Framkvæmdamiðstöð Akureyrar og Eignasjóður Gatna teljast til annarra fyrirtækja og sjóða í aðalhluta. Rekstur fasteigna Akureyrarbæjar umfangsmikill sem fyrr og hafa þær umsjón með 100 fasteignum auk hátt í 300 leiguíbúða. Gert ráð fyrir að jákvæðri niðurstöðu af rekstri fasteigna upp á tæpar 374 milljónir króna. Litlar breytingar á rekstri Framkvæmdamiðstöðvar og Eignasjóðs Gatna milli ára. Í framkvæmdaáætlun fasteigna Akureyrarbæjar gert ráð fyrir að framkvæmd verði fyrir 775 milljónir króna á árinu 2017. Stærstu einstaka framkvæmdir eru Sundlaug, 200 milljónir króna, auk þess sem gert ráð fyrir 200 milljónir króna vegna listasafns. Alls gert ráð fyrir að fjárfesta fyrir 1790 milljónir króna í fasteignum fyrir aðalsjóð á árinu 2017 til 2020. Framkvæmdir á vegum Eignasjóðs Gatna og Framkvæmdamiðstöðvar eru áætlaðar 562 milljónir króna en tekjur af gatnagerðargjöldum eru áætlaðar 140 milljónir króna, þannig að nettó fjárfesting áætluð 462 milljónir króna og heildarframkvæmdir A-hluta því 1237 milljónir króna. Við munum á milli umræðna í bæjarstjórn taka góða yfirferð á þessu nýframkvæmdum og skoða hvort draga megi úr og hliðra til. Gert ráð fyrir að framkvæma í B-hluta fyrirtækjum fyrir 2252 milljónir króna. Þar af eru framkvæmdir á vegum Norðurorku áætlaðar 865 milljónir króna og stærstu framkvæmdir þar eru Glerárvirkjun fyrir 550 milljónir króna og framkvæmdir við fráveitu fyrir tæpa 400 milljónir króna. Alls gerir áætlunin þannig ráð fyrir að framkvæmdir á vegum bæjarins og fyrirtæki hans munu nema 3,5 milljörðum króna á árinu 2017. Í B-hluta samstæðunnar að ræða 9 fyrirtæki og sjóði og mun ég fara yfir nokkur þeirra í stuttu máli. Fjárhagsáætlun Norðurorku samstæðunnar gerir ráð fyrir að rekstrartekjur verði 3.522 milljónir króna og rekstrargjöld fyrir fjármagnsliði 2.730 milljónir króna. Fjármagnsliði nettó eru 197 milljónir króna og reiknaður tekjuskattur 90 milljónir króna. Áætlunin gerir því ráð fyrir að rekstrarhagnaður inn í reikningsskilin verði 505 milljónir króna. Fjárfestingar Norðurorku eins og áður sagði áætlaðar 865 milljónir króna á árinu 2017. Rekstur Hafnasamlagsins heldur áfram að vaxa ár frá ári og árinu 2017 gert ráð fyrir að tekjur samlagsins verði 557 milljónir króna samanborið við 460 milljónir króna tekjur í áætlun ársins 2016. Gert ráð fyrir að hagnaður rekstri Hafnasamlagsins verði 177 milljónir króna. Mikil umræða hefur verið á liðnum árum rekstur öldrunarheimilina. Rekstrarkostnaður öldrunarheimilina áætlaður rúmar 2,7 milljarðar króna og tekjur áætlaður tæpar 2,4 milljarðar og því gert ráð fyrir áætlun 2017 að heildarframlag aðalsjóðs með reksturinn séu 336 milljónir króna en sú breyting hefur verið gerð að nú ber að færa framlag að fullu yfir á aðalsjóð og ekki heimilt að skilja eftir rekstrarhalla á B-hluta vegna rekstrarins. Eins og fram hefur komið þá munum við áfram leita leiða til hagræðingar og rekstri og möguleikum á breyttu rekstrarformi. Í rekstrarins samstæðuna A- og B-hluta gert ráð fyrir að tekjur verði 23,1 milljarður króna en rekstrargjöld fyrir utan fjármagnsliði verði tæpir 21,6 milljarðar. Niðurstaða án fjármagnsliða því jákvæð 1,6 milljarðar króna. Fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur nemur 1219 milljónum og áætlaður tekjuskattur 90 milljónir króna. Rekstrarniðurstaðan því jákvæð 273 milljónir króna. Samkvæmt yfirlitu sjóðsdæmi samstæðunnar mun veltufé frá rekstri nema 2.325 milljónir króna sem svarar 10% af rekstrartekjum. Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum áætlaðar 3.489 milljónir króna. Afborgun langtímalána áætlaðar að nemi 979 milljónum og gert ráð fyrir að tekin verði lán fyrir 2.130 milljónir króna. Samkvæmt áætlun gert ráð fyrir að handbært fé sveitarfélagsins verði ríflega 2 milljarðar króna í árslok. Heildar launagreiðslur ásamt launatengdum gjöldum hjá samstæðinu áætlaðar 13.403 milljónir króna. Laun- og launatengd gjöld sveitarfélagsins í hlutfalli rekstrartekjur þess áætlaðar 57,9%. Annar rekstrarkostnaður áætlaðar 39,1% af rekstrartekjum. Skatttekjur sveitarfélagsins ásamt jöfnunarsjóði áætlaðar 727.000 krónur á hvern íbúa en tekjur samtals 1.244.000 krónur á hvern íbúa.
Áætlaðar eignir sveitarfélagsins í efnahagsreikningi 31.12.2017 verði bókfærðar á 44,2 milljarða króna, þar af verið veltufjármunir 4.317 milljónir króna. Skuldir sveitarfélagsins með lífeyrisskuldbindingum nemi samkvæmt efnahagsreikningi 26,1 milljarði króna í árslok, þar af verið skammtímaskuldir 5.623 milljónir króna. Veltufjárhlutfall samstæðunnar áætlað 0,77. Heildarskuldahlutfall samstæðunnar áætlað ríflega 112,8% í lok árs 2017 og í A-hluta verður sama skuldahlutfall 100%. Fjárhagsstaða Akureyrarbæjar því þrátt fyrir all nokkuð sterk og skuldir sveitarfélagsins áætlaðar í árslok 2017 112,8% af tekjum sem vel undir viðmiðunarmörkum sem settur í sveitarstjórnarlögum, en þar kveðið á að skuldir megi ekki vera hærri en sem nemur 150% af reglulegum tekjum. Það hins vegar engu að síður áhyggjuefni að erfiðlega gengur að minnka skuldahlutfallið á meðan rekstur A-hluta og sérstaklega aðalsjóðs ekki að skila meiri framlegð og telst í dag engan veginn sjálfbær. Áætlað að heildareignir á hvern íbúa muni nema samtals 2.377.000 króna og heildarskuldir 14.004.000 krónum. Bókfært eigið fé áætlað að nemi 18.088 milljónir króna í árslok 2017. Eigið fjárhlutfall í árslok áætlað að nemi 41%. Þriggja áætlun hér lögð fram með áætlun ársins 2017. Ég ætla ekki að eyða mörgum orðum í þá áætlun að þessu sinni, en hún gerð á sömu forsendum á liðnum árum. Það sett fram á föstu verðlagi. Ekki gert ráð fyrir í þessum áætlunum miklum breytingum á rekstri sveitarfélagsins og gert ráð fyrir að hann verði í nokkuð föstu skorðum. Forsenda þriggja ára áætlunar byggir að sjálfsögðu mikið á áætlunum ársins 2017 og búast má við einhverja breytingum á áætlun á milli umræðna að þessu sinni. Ég mun því ræða áætlanir áranna 2018 til 2020 ítarlegar við seinni umræðu fjárhagsáætlunar. Góðir bæjarfulltrúar, fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar fyrir árið 2017 hefur verið unnin í samræmi við vinnuferla sem kynntir voru í bæjarráði við upphaf áætlunargerðar. Eitt af þeim verkefnum sem sett voru í gang við vinnu aðgerðahópsins sem áður nefndur var að bæta vinnu við fjárhagsáætlunargerð og fjárhagsáætlunarvinnuna. Ýmislegt hefur verið gert, meðal annars hefur verið tekið upp að nýju gerð starfsáætlana sem til afar mikilvægt til að bæta vinnu við fjárhagsáætlun og mikilvægt að fylgja þeirri vinnu vel eftir. Þá stefnt að því að leggja fram ítarlega greinargerð með fjárhagsáætlun fyrir seinni umræðu sem nýtast með bæjarfulltrúum í vinnu sinni í framtíðin og stefnt verður að því að leggja slíka greinargerð fram við fyrri umræðu á næsta ári. Við munum líka endurskoða tímaramma fjárhagsáætlunar fyrir næsta ár. Við fyrri umræðu fjárhagsáætlunar hér í bæjarstjórn á síðasta ári stóðum við frammi fyrir ófrágengnum kjarasamningum sem höfðu mikil áhrif á útkomu rekstrar við seinni umræðu. Nú stöndum við frammi fyrir því að eftir að ganga frá samningum við 2 stéttarfélög auk þess sem samkomulag lífeyrismál í uppnámi. Náir samningar milli sambandsins og þessara félaga á næstu vikum mun það að sjálfsögðu hafa áhrif á áætlun sem tekið verður tillit til í seinni umræðu. Þá bind ég vonir við að menn ná að mynda ríkisstjórn og Alþingi ná að klára frumvarp lífeyrismál sem ég ræddi hér í upphafi máls míns sem líka mun hafa jákvæð áhrif á niðurstöðu fjárhagsáætlunar því að við erum að gera ráð fyrir auknum mótframlegi áætlunum okkar. Ljóst að rekstur bæjarins þungur og þrátt fyrir aðgerðir sem þær sem komu frá aðgerðahópi á árinu 2016 þá dugðu þær engan veginn til og launahækkanir halda áfram að hafa áhrif á reksturinn. Við getum því ekki búið við óbreyttan rekstur. Þó svo langt sé í það að staða sveitarfélagsins slæm, en hins vegar rekstur aðalsjóðs erfiður og rekstur A-hluta ekki sjálfbær. Það eitthvað sem við getum ekki búið við. Við munum því nýta tíman vel á milli umræðna til þess að ræða við embættismenn og formenn nefnda og fara yfir einstaka málaflokka og skoða mögulegar hagræðingar áður en endanleg áætlun verður samþykkt. Ég vil að lokum þakka bæjarstjóra, öðrum starfsmönnum bæjarins og nefndafólki fyrir störf við gerð þessara fjárhagsáætlana. Einnig vil ég þakka bæjarráði og bæjarstjórn fyrir samstarfið. Síðast en ekki síst vil ég þakka hagskýrslustjóra Jóni Braga Gunnarssyni sem og fjármálastjóra bæjarins Dan Brynjarsyni fyrir velunnin störf og samvinnu við gerð fjárhagsáætlunar. Að lokinni umræðu legg ég svo til við bæjarstjórn að þessara fjárhagsáætlun fyrir árið 2017 verði vísað til frekari yfirferðar í bæjarráði og til umræðu í bæjarstjórn sem áætlað að fari fram 7. desember næstkomandi. Ég held ég láti þetta nægja í bili. Ég vænti þess nú að við eigum að taka góða umræðu hérna þessa fjárhagsáætlun. Hún margt merkileg fjárhagsáætlun alltaf hjá okkur og
og ýmislegt sem maður lærir ár frá ári til árs. Og ég vona að sú vinna sem við höfum verið að leggja á okkur núna á þessu ári muni skila okkur í betri vinnubrögðum á næsta ári og við náum að sjálfsögðu því markmiði sem við settum okkur að við förum hér út úr bæjarstjórninni 2018 með handrit sem að mun nýtast öllum bæjarfulltrúum framtíðarinnar, þar sem við erum búin að setja upp skema og verklag sem að er til fyrirmyndar og að því stefnt og að vissulega hafi við lent í ýmsum hremmingum á vegferð okkar í þeim efnum, þá er það nú svo að við erum sem betur við sameldinn hópur í bæjarstjórn og bæjarráði og ég full á trú á því að okkur muni takast þetta áætlunarverk okkar. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið um orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka bæjarfulltrúa Guðmundi Baldvin og formanni bæjarráðs fyrir þær upplýsingar sem hann hefur lagt hérna fram. Það er að mörgu að hyggja í þessari fjárhagsáætlun sem fyrir okkur liggur. En það fyrsta sem ég vil nú samt nefna vegna þess að við erum náttúrulega komin hér til að ræða fjárhagsáætlunina sem slíka og það er nú oft verið þannig að aðal umræðunum fjárhagsáætlun í bæjarstjórn hafa farið fram við fyrri umræðu. Nú ber svo við að þrátt fyrir tilraunir til að bæta vinnubrögð og upplýsingagjöf varðandi fjárhagsáætlun og vinnuna, þá held ég að við höfum sjaldan staðið verr hvað það varðar. Því miður að þá erum við að fá gögnin seint, þau hafa tekið breytingum núna síðustu daga sem hefur gert allavega mér og ég ger ráð fyrir fleiri bæjarfulltrúum býsna erfitt fyrir en það að móta sér einhverja sína skoðun svona í heildina séð á þessa áætlun sem hér liggur fyrir til umræðu. Það vantar líka sundurliðina bók með þessu sem að var lögð fram hér á fimmtudaginn en er í raun ekki í gildi eftir þær breytingar sem búið er að gera. Og við höfum ekki upplýsingar raunveruleg stöðugildi sem liggja hér að baki þeim fjárhagsupplýsingum sem að liggja til grundvallar launum í áætluninni. Og þetta er bagalegt, þetta er mjög bagalegt. Og ég veit að menn gera sig grein fyrir því að þetta á ekki að vera svona og þetta er náttúrulega eitthvað sem við bara verðum að breyta. Og þetta getur ekki gengið með þessu móti lengur. Við höfum að mínu viti verið í þessum fasa að nokkru leyti undanfarin tvær síðustu vinnulotur varðandi fjárhagsáætlunargerðina. Við höfum ekki verið með þær upplýsingar sem við þyrftum að hafa. Og ég var nú að segja það hérna einhvern í dag og velti því fyrir mér af hverju ég hef ekki tekið bara upp það sem ég sagði fyrir 2 árum síðan. Ég get sennilega bara ítt á replay og spila það aftur. Því að við erum einhvern veginn ekki að ná að vinna okkur út úr þeirri stöðu sem við fórum og komum í hér á árinu 2014 við vinnu við fjárhagsáætlun 2015. Því miður. Nú er búið að fara í aðgerðahóp og vinna í honum ákveðna tillögur lækkun á fjárhagsáætlun. Við höfum til dæmis ekki samanburð á því við þessa áætlun hvort að við erum að ná því á þessu ári eða hvort við tekið tillit til þess á þarnæsta ári. Þannig að það er eitthvað sem mun koma sjálfsögðu ljós núna við þessa vinnu sem framundan er, en hefði það sjálfsögðu verið æskilegra og ég held að allir hljóta ekki tekið undir það að hafa það til grundvallar í þeim umræðum sem við eigum hér í dag. En óum það. Áætlun er þannig að hún hlýtur að vera óásættanleg eins og hún lítur út. Hallinn á aðalsjóði er verulegur
og á A-hlutanum líka halli sem ennþá verra, mínu viti, og það eru náttúrulega ákveðnar ástæður fyrir þess. Við erum að taka inn miklu á launahækkanir, það liggur alveg ljóst fyrir, en það gera líka öll önnur sveitarfélög. Það eru öll önnur sveitarfélög líka að bregðast við þessum launahækkunum með einum og öðrum hætti til þess að reyna að ná utanum verkefnið. Og ég skil ekki enn af hverju við erum ekki að ná í raun og veru sömu stöðu nema því leytinu til að við séum bara með meiri, umfangsmeiri rekstur með fleiri stöðugildum per haus. Þar að segja að við séum að veita meiri þjónustu hérna á Akureyri í mörgum málaflokkum. Ég geri mig líka fulla grein fyrir því að við erum með öldrunarheimilin á bakinu og nú áætlað að hallinn sem bærinn ber síðan 337 milljónir. Ef við yfirfærum þá 10 ára tímabil, þá erum við að tala 3.300 milljónir. Hvorki meira en minna. Við erum að tala hérna eitt stykki menningarhús eða svo. Þetta náttúrulega eitthvað sem við getum bara einfaldlega ekki búið við. Það tvennt í því sem við getum gert. Það að sækja á ríkið og fá hækkun á daggjöldum til að geta staðið þó undir þessum rekstri. En þar hangir þá spýtunni að við fáum þá lýsingu á því til hvers ætlast. Hvers konar mönnum verið að ganga út frá þegar daggjöldin eru ákveðin. Það að segja framlag ríkisins til öldrunarheimila. Miðað við þá kröfulýsingu sem liggur fyrir að dröga henni, þá ekki hægt að sjá að þetta sé til dæmis inn í þeim. Og það mjög erfitt fyrir sveitarfélög að ætla að taka við verkefni með fjármunum frá ríkinu þar sem ekki kveðið sérstaklega á það hvernig á að standa rekstri. Launakostnaðurinn þarna langstærsti hlutinn og við höfum í raun og engin viðmiðun þar til hvers ætlast. Þetta að sjálfsögðu óásættanlegt og verður ekki við unað að þetta geti haldið svona áfram. En að öllum líkindum erum við bara hreinlega í þeirri stöðu hérna hjá Akureyrar að vera að reka hérna mjög öfluga öldrunarþjónustu sem kostar líka mikið og töluvert meira en það sem ríkið telur að þurfi til að reka þetta. Þá það hinn kosturinn. Þegar við sem sveitarfélag, vegna þess að við berum ábyrgð á rekstrinum og getum ekki skila á henni til ríkisins eða gert eitthvað annað, verðum við þá að fara í það að skoða reksturinn, ramma betur inn, lækka kostnað og draga úr hallann. Við gætum staðið frammi fyrir því að þurfa að fara báðar þessar leiðir. Og það verður ekki einfalt úr því sem komið Þannig að þarna erum við náttúrulega komið með hluta af því sem skýrir hallann, en það kannski tvennt annað, og nú ég bara að draga stóru myndina. Síðan 2011 þá höfum við sennilega fjárfest í fasteignum á vegum bæjarins fyrir alltaf 2,5 milljarð eða ekki eitthvað aðeins meira. Það þýðir það að það eru komnar inn í reksturinn 250 milljónir til viðbótar í innri leigu. Við getum búist í því að eitthvað hafi nú leigan lækkað á eldrahúsnæði þar sem afskriftir aukast með hverju ári eða hluti húsnæðisins eða verðsins afskrifaður. En við erum þá ekki fjarri lagi að ætla það að það séu komnar inn á þessum tímekstur á bilinu 200 til 220-30 milljónir í innri leigu. Ok, þannig erum við þá komin með 500 milljónir. Svo það hitt að þegar maður skoðar þróun stöðugilda frá 2011 til 2015-16 þá sjáum við það að þrátt fyrir það að heilsugæslan hafi farið út þá stendur stöðugildafjöldi nokkurn veginn í sömu tölu á 2011 og þá
og árið 2014-15 fóru út 58 stöðugildi. Við skulum þá bara gefa okkur það að það hafi aukist 50 stöðugildi hérna hjá bænum á þessum tíma af einhverjum ástæðum sem ég ætla ekkert að draga fram, en þetta bara það sem við horfum á. Þá erum við að tala þar viðbótar launakostnað upp á 300 milljónir. Þannig erum við komin í 800 milljónir sem við bætt inn í reksturinn. Og ef við erum að bæta inn í reksturinn, þá hljótum við að gera það á einhvern meðvitaðan hátt og þá með það í huga að við séum með tekjur til að standa undir þessu. Því það er alveg augljóst að við þurfum alltaf, þegar kjarasamningar eru lausir, að taka inn launahækkanir. Þær eru mismiklar. Þær hafa verið miklar undangengnum 2 árum og meðal annars hafa spilað þar inn í þær upphæðir sem hafa verið býsna stórar, greiðslur aftur í tíman sem hafa að sjálfsögðu tekið í. Og þetta er svo fyrir utan þessar 240 milljónir sem er verið áætlað núna í viðbótar launakostnað vegna aukinna mótframlaga í lífeyrissjóð allra starfsmanna Akureyrarbæjar. Og þá erum við farin að nálgast milljarð. Við höfum þess vegna ekkert mjög flóknar skýringar á öllum þessum atriðum. Ef við hins vegar skoðum svo fjárhagsáætlunin eins og hún liggur fyrir núna, þá er í framkvæmd áætlunni gert ráð fyrir því að þessi framkvæmd hérna fyrir einhverjar tæpar 800 milljónir, eins og tillagan liggur hérna frammi sem þýðir þá það að við erum að auka í reksturinn 70 milljónir á árinu 2018 í innri leigu. Það er töluvert. Spurningin er, höfum við efnaði? Ég held að bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hafi komið að því hér áðan að kannski þyrfti að endurskoðunaráætlun. Við sjálfstæðismenn ætlum að leggja hérna fram breytingartillögu á framkvæmda yfirlitinu hjá fasteignum. Við gerum enga breytingartillögur í tengslum við húsnæði fyrir fatlaða eða fíkla eins og þetta liggur fyrir hérna sem er einhverja 210 milljónir, 290, 230, sáttu 30 milljónir fyrir fíklana. Hins vegar viljum við leggja það til að við gerum ráð fyrir því á árunum 2018 til 2019 að minnstakosti að það verði haft í huga að það þurfi í framkvæmdir upp á öldrunarheimilum þó þau séu þessi baggi á sveitarfélögum. Það eru þarna atriði sem verður bara ekkert komist hjá því að huga að og við getum ekki lagt þetta bara til hliðar. Þannig að við leggjum til að það verði settar á árinu 2018 60 milljónir og síðan 60 milljónir á árinu 2019, þannig að þetta dreifist í framkvæmd dreifist á 2 ár. Við gerum ráð fyrir því að það miðað við kostnaðaráætlunina þá er gert ráð fyrir því að þetta kosti 220-30 milljónir og eftir þeim upplýsingu sem við höfum að þá mun framkvæmdasjóður aldraðra koma með mótframlag upp á 40 sem nemur 40% af kostnaði. Út frá því göngum við. Við gerum ekki tillögur breytingar á fræðslu- og uppeldismálapakkanum, hins vegar þarf aðeins að hafa í huga að það er gert ráð fyrir 270 milljón króna framkvæmdum við Glerárskóla, endurnýjun og viðbyggingu sem stendur hér á árunum 2017 til 2019. Þarna er mjög óljóst hvað á að gera og verður náttúrulega aðeins að ræða það hlýtur að vera á milli umferða hvað menn að fara í framkvæmdi með á þessum stað. Erum við að fara að byggja leikskóla þarna við skólan eða á að breyta hluta skólanum í leikskóla eða á að gera hvoru tveggja. Það er síðan þarna minni framkvæmdir sem snúa að skólanum, felliveggjum öðru slíku sem ég held að og við styðjum vegna þess að það er alveg klárt að þetta getur hjálpað til við rekstur á skólanum, aukinn sveigjanleika. Gerum ekki athugasemdir við Hlíðaskóla
Við höfum svo sem velt þessu upp með sparkvellina, hvort það sé ástæða til að taka þetta framar, en ætlum ekki að leggja það til í ljósi þess hver staða sveitarsjóðs er. Og það er náttúrulega að maður verður að gera athugasemdir og velta fyrir sér hvernig menn ætla að klára lóð Naustaskóla fyrir 60 milljónir. Það er þá eitthvað sem hlýtur að þurfa að fara að teikna upp með einhverjum hætti hvað á að gera það. Varðandi menningarmál, þá leggjum við bara hreinlega til að upphæðin til Listasafnsins verði lækkuð 100 milljónir á næsta ári og það verði þá allavega farið í þær viðhaldsframkvæmdir til að byrja með sem að þarf að fara í. Við stöndum þannig í dag rekstrarlega að við höfum bara hreinlega ekkert efni á því að vera að auka hér innri leigu nema að það komi þá eitthvað á móti í auknum rekstratekjum eða einhverju aukningu í tekjum bæjarins. Við leggjum þá líka til að þessari framkvæmd verði dreift á 3 ár og lækkum hann 100 milljónir. Við viljum að það verði skoðað. Við viljum bæta inn í pakkanum æskulýðs- og íþróttamál, pælingum lyftu í Hlíðarfjalli, skíðalyftu í Hlíðarfjalli, sem nær þarna upp undir brún. Við gerum þá ráð fyrir því að það væri hugsanlegt að kaupa lyftuna inn á næsta ári á meðan að gengið er hagstætt, þó að það verði ekki farið í framkvæmd við að setja hana upp fyrir þar næsta ári. Þetta er háð því að vinir Akureyrar sem hafa verið í viðræðum við bæinn geti fjármagnað 1/3 af þessum kostnaði. Þannig að þetta er eitt af því sem við þurfum bara að setja í viðræður og skoða hvernig við náum að lenda. Þá erum við líka þeirrar skoðunar að það verði að skoða það hvort við getum reist húsið á uppfyllingunni fyrir Nökkva á næsta ári eða hvort við verum að teygja það yfir á 2 ár. Leggjum því til að það verði skoðað. Og þá leggjum við til að upphæð vegna ráðhús og fleira endurbætur verði lækkuð úr 50 milljónum í 25 að minnsta kosti á næsta ári. Ég hef ekki fengið neinar skýringar á því hvað er verið að fara þarna, þannig að við leggjum við til og þar að auki þá leggjum við til að umferðar- og samgöngumiðstöðin verði færð til ársins 2020. Í staðinn verði farið í það að stækka vasana sem strætó stoppar í núna til bráðabirgða til þess að draga eitthvað aðeins úr slysahættu og setja einhverja merkingar þar upp. Ég mun leggja þessa tillögu fram hjá forseta og gerir ráð fyrir því að þessi tillaga komi bara til umræðu núna á milli umræðuna, en þetta eru okkar sýn á þessa framkvæmdaáætlun eins og liggur fyrir og svo eigum við kannski eftir að gera ákveðnar athugasemdir við þá framkvæmdaáætlun stíga og gatna. En það sem við erum kannski að horfa til með því að leggja þetta til er að draga eins úr framkvæmdum og ástæðan er bara einföld. Við höfum bara ekki efni á því að safna of miklu skuldum. Eins og staðan er í dag að þá þarf ég að taka lán til að halda rekstrinu gangandi að hluta, en allavega fyrir þeim framkvæmdum sem fyrirliggja. Og það er þá líka hitt að ef við tökum allan framkvæmdapakkann eins og liggur fyrir hjá A og B hlutunum, þá erum við með framkvæmdaáætlun upp á 3,5 milljarða eða nálægt því, ekki rétt. Og það er svona spurning hvort að við séum að sperra okkur svo hátt á þenslu tíma í samfélaginu þegar að við erum ekki að fá eins hagstæð tilboð eins og stundum áður, eins og sýndist í sundlega framkvæmdunum. Þannig að það er kannski bara eitthvað sem við þurfum þá að skoða. Og þó þetta hlutfall, skuldahlutfalli sé ekki að hækka mikið, þá eru skuldir á hvern íbúa að hækka. Við mögum ekki gleyma því. Miðað við þessa áætlun eins og liggur hérna fyrir.
Og ég held að það liggi líka fyrir okkur núna að skoða á milli umræðna hvort að það séu einhverja viðbætur inn í áætluninni umfram það sem er í rekstri í dag, sem eiga ekki að vera þar. Og ég tel, og ég held að séu allavega sammála það, mörg hver hérna inni, að við eigum ekki að vera að setja inn í áætlun stöðugildi eða viðbótarliði sem er í raun ekki ætlunin að láta standa eins og var gert á síðasta ári. Við eigum bara að afgreiða áætlunina eins og við ætlumst til að hún standi. Þannig að við eigum ekki að vera að samþykkja eitthvað sem er ekki meiningin að standa við. Ég held að við hljótum að læra það að vinnubrögðunum á þessu ári að það gengur ekki. Svo ætla ég enn og aftur hérna í lokin bara að nefna það því að við erum svo upptekin af lýðræðisumræðinni, að það er ekki enn búið að halda borgarafundu snjómástur og hálkuvarnir og snjórinn er ekki kominn. Það er meira að segja búið að fá auka 2 mánuði til þess að gera þetta áður en snjórinn kemur. Og ég held að sé nú varhugavert að ætla það að kostnaður vegna snjómoksturs verði eitthvað lægri þegar uppi staðið þegar veturinn er liðinn, en við erum eftir að sjá til með það. En þetta er til dæmis bara eitt af þeim verkefni sem væri full ástæði til að fara í og ræða til að gefa aðilum hérna í bænum tækifæri til að hafa áhrif á það hvernig við erum að stýra framkvæmdum í bænum. En þetta er það sem ég ætlaði svona bara tína út hér og nú og áskil mér rétt til að koma aftur upp og svara eftir. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla bara að reyna að hafa þannig að ég geti svarað hverjum einu bæjarfulltrúi. Það er miklu sem að gleyma ekki neinu. Þetta er Gunnar var með marga góða punta inn í ræðu sinni og gagnrýni á ýmsa hluti sem alveg eiga rétt á sér og er sjálfsagt að taka tillit til. Við vitum náttúrulega það að við stemdum hátt á þessu ári. Við fórum strax í upphafi árs í aðgerðahópstillögurnar okkar og meðal eitt af þeir tillögur sem aðgerðahópur setti sem sérstök verkefni var það að vinna að fjárhagsáætlunar gerð og vinna betri fjárhagsáætlunar, handrita fjárhagsáætlunar gerð, eins og ég orða það. Og við fórum strax í það og ég og bæjarfulltrúi Gunnar tókum akkurat þátt í þeirri vinnu og eitt af því sem þar settum við inn í var þessar starfsáætlanir sem eru þó að skila okkur ýmsu. Það verður ekki fram hjá því litið varðandi þessa gagnrýni að við séum að fá hlutina seint hér inn að vissulega er það þannig að stjórnsýslubreytingar sem við fórum í hafa klárlega haft áhrif á svona vinnuferla hérna innan hús. Það er bara þannig. Við skulum bara alveg gera okkur grein fyrir því að þetta er allt hægt á, það urðu ákveðnir, menn fóru í stjórnsýslubreytingar sem hafði óneitanlega áhrif á starfsfólk. Það verður ekki horft fram hjá því. Ég er ekki að segja að fólk hafi ekki unnið vinnuna sína, en auðvitað var fólk fyrir svona ákveðnu höfnun og sjokki til að byrja með og það dró aðeins úr kraftinum. Það er bara svoleiðis og það má segja kannski að það kannski endurspeglist í því hvernig við erum staddir í dag. Ég ætla líka að taka gagnrýni Gunnars varðandi það og við þurfum akkúrat að því við erum að vinna í þessu hvernig við ætlum að sjá fjárhagsáætlunar gerðina að tímasetja hlutina betur. Það er til dæmis það að við leggjum fram ramma á vori og svo kemur bara 3 mánaða pása. Það náttúrulega gengur ekki og það er eitthvað sem við verðum að breyta og við verðum hreinlega bara þá að tímasetja fundi í nefndum hvenær þeir eigi að vera búin að skila fjárhagsáætlun þannig að til að mynda mánuðirnir júní, júlí og ágúst séu hreinlega bara ekki ónýttir í fjárhagsáætlunarvinnu. Á þeim tíma geta embættismaður og formaður nefnda skipulagt og undirbúið starfi fyrir haustið. Þannig að strax í september sé hægt að fara á stað með fjárhagsáætlunarvinnuna út frá þeim ramma sem unnið með í staði fyrir að menn setjist bara yfir þetta að haustið þegar eins og menn allir að koma úr sumarfrí. Þannig eru hlutir sem við þurfum að bæta og þetta er eitthvað sem við þurfum að gera kröfu til nefndarformanna að ýta á eftir. Þannig að þarna eru hlutir sem við þurfum að setja inn í þennan tímaramma okkar. Ég er alveg sammála því bæjarfulltrúi Gunnar í því sambandi að það er ýmsar upplýsingar vantar og mér hefur fundið til dæmis varðandi
upplýsingar stöðugilda fjölda hefur alltaf verið mjög erfitt að fá út úr þessu kerfi okkar. Það eitthvað sem við megum ekki sætt okkur við og við verðum að kalla eftir með skýrari hætti og við erum þó búin að reyna en gengur svona frekar erfiðlega að vinna einhvern veginn sambærilega tölur. Ég skil þetta ekki þegar við erum með mjög öflugt launakerfi hérna og mér finnst við þurfa bara að reyna að krefjast þess að við fáum betri upplýsingar úr þessu ágæta launakerfi. Ég ætla að segja það, Gunnar, að ég sammála því við þurfum að rýna á milli umræðna hvernig þessar tillögur aðgerðahópsins að skila sér inn í næstu ár. Ég veit að það að gera hluta, maður sér það alveg að hluta til sérstaklega skólanemndinni en hvernig þetta að gera í öðru nefndu, það við lögðum upp með ákveðið plan og það er sjálfsagt að skoða það og af því við förum að tala stöðugildin aftur þá hefur það ekki verið meðvitað hjá okkur að bæta við stöðugildum þó vitum við að stöðugildum sem hafa orðið til í velferðarþjónustunni sem hafi verið út af ástandi sem hefur skapast að við höfum þetta að grípa til aðgerða og það akkúrat það sem ég tel mikilvægt í rauninni núna að við setjumst niður og að því við fórum í aðgerðahópi fyrir að það var mjög mikilvægt núna að við fáum einhvern utanaðkomandi aðila til þess að fara í gegnum velferðarþjónustunni hjá okkur og finna þessa hluti. Við höfum kannski einhvers staðar mist núna eftir svona skipti á starfsmönnum og svona framvegis að þá mér finnst við þurfa að fá betri tilfinningu fyrir því erum við að fá allt frá ríkinu sem okkur ber í þessari þjónustu og erum við til dæmis að missa eitthvað milli skips og bryggju þegar að vera að koma með nýja einstaklinga inn til okkar í þjónustu erum við að skipta á milli sveitafélaga, fólk að flytja á milli sveitafélaga, eru þessi skipta á hreinu og svo framvegis. Það ýmislegt svona sem við þurfum að reyna að finna út úr. Þarna af því Gunnar var að nefna ýmsar tölur sem að sagði að lækja út, þarna klárlega hluti sem ég held að við ættum að huga betur að. Bæjarfulltrúi Gunnar talaði það að það eru 336 milljónir sem við erum að tala til reksturs öldrunarheimilina, stórar tölur. Það sagði jafnframt líka og við erum alveg sammála því að við erum að sækja á ríkið hækkun á daggjöldum en það líka eitthvað sem við verðum að gera þar að ráðast á kostnaðinn og það erfitt og það mun reyna á. En á sama tíma boðar hann það að við ætlum að bæta í reksturinn með því að auka við fasteignakostnaðinn hjá okkur sem þýðir það að við þurfum þá bara að herða ennþá meira að eiginlegu rekstri ef við erum að hugsa það þannig. Þannig að við höfum talið á meðan að við erum í þessu limbói með reksturinn þá sé kannski ekki rétt að fara út í endurbætur. En það getur vel verið að það sé kannski niðurstaðan að þessar endurbætur skili okkur einhverju miklu betri hagræðingu í rekstri, það getur vel verið. En við þurfum þá bara að skoða það. En ég fagna samt þessum tillögum hans. Hann kemur hérna með góðar tillögur, hann bara með, þeir eru búin að undirbúa sig vel og er vel. Við ræddum þetta í meirihlutafundinum í gær að það væri mikilvægt að við færum í gegnum framkvæmdaáætlun næstu ára. Vegna þess að reksturinn bara ekki að skila þannig að við séum í stakk búin til þess að kannski vera að bæta í endalaust og kannski þurfum við bara að huga að því. Það líka alveg rétt sem bæjarfulltrúi Gunnar bendir á að það talað það að við séum kannski ekki á svona uppgangstímum að við kannski veltum því fyrir okkur hvort það sé ástæða til þess að þenja hlutina áfram ef að það verið að framkvæma mikið í B-hlutafyrirtækjum, kannski eigum við þá kannski aðeins að huga að því hvort við getum dregið saman. Og þá hefur maður líka annað sem við þurfum líka að horfa á, nú verið að vinna í aðalskipulagi fyrir bæinn, að við annað sem við erum alltaf að hugsa það hvernig við getum þétt byggðina og við erum alltaf að hugsa það. Ég meina það er rosalega dýrt fyrir okkur að vera að byggja endalaust götur og maður finnur það og sér það í eignasjóði gatna. Vissulega það þannig sem betur fyrir að það eru góða tekjur af gatnagerðargjöldum þessi ár, það er mikið framkvæmt og það er vel, en auðvitað vildum við sjá framkvæmdir á svæðum innan bæjar þar sem við þyrftum ekki að leggja eins mikið útgjöld vegna gatnagerðar. Þannig að þarna eru hluti sem við þurfum líka að skoða. Hvort það er meðvitað eða ómeðvitað starfsmanna stöðugilda fjölda og Gunnar talaði 240 milljónir í því sambandi, minnir mig. Þar eru við alltaf líka að vandræðast með hluti sem hafa gerst á þessu tíma. Við þurfum að, það er alveg rétt hjá honum, við þurfum að greina betur í hversu starfsmanna stöðugildafjöldi en við verðum á samt sem áður, við höfum lagt mikla áherslu á það núna síðustu ára, við séum ekki að bæta við þjónustu sem eykst mannskapur. Við höfum fengið ákvörður hjá okkur fyrir okkur það til að mynda að við verðum ekki að opna naustaskóla eftir lokuð skóla, af því við erum að reyna að draga úr kostnaði. En það eru samt sem áður hluti sem hafa gerst í velferðarþjónustunni. Við höfum verið að opna hérna borgargili hérna upp í þorpi og þar fjölgar starfsfólki hjá okkur.
Það er alveg ónýttulega, þannig að það er ýmislegt svona sem við verðum náttúrulega líka að taka með í reikningi þegar við erum að velta fyrir okkur stöðugildafjölda, en það er alveg klárt málað að við þurfum samt að huga vel að þessu vegna þess að þetta er stóra málið í rekstri bæjarfélagsins, það er launakostnaðurinn og þar getum við haft áhrif. Allir þessi uppbygging sem átt hefur sér stað á undanförnum árum, hún er alveg rétt að þetta hefur verið mikil uppbygging, hún er alltaf nær ekkert bara, við erum ekki að tala um að þessi, Gunnar talaði um árið 2011 til dagsins í dag. Það er sjálfsög ekkert stórar, ef maður fer að velta við sig í hverju þessar byggingar eru. Ég bara reyna að rifja upp, það er Borgargil, það er Naustaskóli, þetta eru eitthvað byggingar sem við náttúrulega urðum að fara í og fórum í. Þannig að það er búið að vera svona svolítið, nú erum við frekar að hugsa um það að vera ekki að bæta við byggingum, heldur erum við þá eins og til dæmis gerðist á þessu ári, við vorum að okkar framkvæmdir lágu í Skautasvelli, gervigras í Boganum, það er að vísu verið og klára íþróttahúsið Naustaskóla, var það þessu ári sem dæmi, þannig að við erum að ljúka þessu framkvæmdum. Síðan erum við á næsta ári með þarna og Gunnar fór réttilega í gegnum það, þarna eru framkvæmdir sem við teljum vera nauðsynlega og erum öll sammálum. Svo verðum við að velta fyrir okkur hvernig eins og listasafnið. En ég náði ekki alveg tölunum hans, en mér fannst hann samt sem ári jafnvel þó að hann var að tala um að lækka þessa hluti, þá fannst mér að ég var að velta mér hver heildartalan var eftir á þessum 4 árum. Var hún ekki bara svipuð þegar hver lækkun var mikil? Ég var ekki bara náði ekki öllum tölunum, en hann var klárlega að lækka listasafnum 100 milljónir á þessum árum, en hann var að bæta inn í 60 og 90 milljónum vegna öldrunarheimilina, það er komið 50 plus. Hann var að helminga til ráðhúsins sem voru einhverja þá 20 milljónir, 25 milljónir. Þannig ég var ekki alveg, mér fannst þess að kannski niðurstaðan að það væri kannski, þegar heildin var litið á þessum árum, að þá voru við kannski ekkert að draga úr, heldur bara aðeins að færa til, en það getur vel verið að ég hef ekki náð öllum tölunum. Það er alltaf neð, en mér fannst bara samt sem áður og ég tek undir það að mér fannst það góða tillögur og mikilvægt að við skoðum þetta á milli umræðina, þess að ég held að þetta sé eitthvað sem að við erum að bara sjá núna fjárhagsáætlun og við erum að velta fyrir hvernig við sjáum þetta til framtíðar og við þurfum bara að vera með opinn huga í öllu í þessu sambandi og ég vænti þess að við vinnum þetta saman í bæjarráði áfram að skoða þessa tillögur hans Gunnars og skoða hvernig, þetta kannski verður ekki alveg sammála um allt en eitthvað getum við þó þokast áfram í þessu. En snjómóttufundurinn, það er ég verði að taka aðeins undir það að Gunnar hefur talað um snjómóttusfund. Ég skal ég sér bara svo bjassinn, það bara snjó ekkert í vetur. Nei, það er alveg sjálfsagt mál, við þurfum að ýta því áfram. Það er búið að tala um þetta og sjálfsagt að halda þennan fund, þannig við þurfum að drífa það af. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson hefur lokið máli sínu, þá er það bæjarfulltrúi Sólu Björk Stefánsdóttir sem tekur til máls. Forseti og allir bæjarfulltrúar. Það er svo margt sem að flýgur í gegnum hausinn á mér í þessari umræðu og og það er alveg, það er svo margir vinklar á þessu máli og það er alveg leiðinlegt að vera í bæjarstjórn sem að bara gengur endalaust út á að spara og taka við einhverjum kostnaði vegna launahækkana og þurfa endalaust að finna leiðir það. Og ég held þetta er búið að vera dálítið þema hjá mér núna í 2 ár að það verði að koma til breytinga á tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga. Þannig ég ætla ekkert að segja neitt mikið það núna en það bara að mínu mati verður ennþá að gera það en ég er orðin mjög svartsýn á að verði nokkurn tímann eða allavega á næstunni. Það hefur engin árangur náðst í þessari umræðu á sveitarstjórnarstiginu og ég hef auðvitað veit maður ekki hvað ríkisstjórn er í vændum og maður vonar bara það besta í því en sé ég svartsýn þá sé ég ekki neina breytingar þarna. Þannig auðvitað þurfum við að ræða þetta út frá framkvæmdum og það þarf að skoða. Samt fyrir mína parta þá er í raun og veru
ekkert þarna inni í þessum framkvæmdum sem inn á framkvæmda áætlun næsta árs núna sem ég get einhvern veginn sett mig upp á móti eða sagt að við ættum að sleppa. Þetta er ekki, þetta er hófstillt og þetta er eitthvað sko ýmist eitthvað sem var búið að ákveða fyrir löngu. Nema kannski má segja framkvæmdir við listasafnið sem eru sem kannski svona ákveðin lúxus. Á móti kemur að samkvæmt minnisblöðum frá framkvæmdastjóra Listasafnsins þá kemur þetta til með að hafa bæði áhrif til sparnaðar og tekjuaukningar sem að kemur þá á móti og ég hef efasemdir að draga úr eða draga þetta á langinn af því að þá náttúrulega bara lengist tíminn eða líður lengri tími þá til að kannski tekjuaukningin kemur inn og sem og sparnaðurinn. Þannig að ég hef efasemdir það. Algjörlega galið finnst mér að leggja til einhverja sko algjörlega óræða hugmynd með engum verðmiða skíðalyftu. Bara svo ég segi það alveg hreint út. Ég meina hér erum við svona í annan vænginn að vonast eftir snjólausum vetri og hinn veginn ætlum við að byggja fleiri skíðalyftur. Við skulum aðeins sjá hvernig verður með þróun loftslagsmála og hlýnun jarðar og áður en við förum að setja fleiri egg í skíðabransan ég held að við verðum bara að reyna að vera svolítið raunsæ í því. Og persónlega þó að það er kannski ekki endilega tímabært að ræða þetta vegna þess að við erum ennþá að bíða eftir einhverju úttekt frá Atvinnuþróunarfélaginu framtíð reksturs skíðasvæðisins en ég held að þetta sé heldur mikill áhætturekstur til þess að fara að verja einhverjar sko fjárfestingar á vegum skattborgara eins og Þannig að ég bara svona furða mig á bæjarfulltrúa Gunnari Gíslasyni sem talar annars vegar samdrátt í framkvæmdum og hins vegar að það þurfa að framkvæma meira. Ég bara, ekki alveg að fatta hvert bæjarfulltrúin að fara með það. Hugsanlega má líka skoða og auðvitað verðum við bara að skoða þetta og hugsanlega má líka skoða framkvæmdir við Nökkva aðstöðuna og hægja á þeim. Langar aðeins að segja í sambandi við þetta með stöðugildafjöldan og sem bæjarfulltrúi Guðmundur kom inn á með að hafa fengið ákvörður að vera ekki með íþróttahúsi í Naustaskóla og eftir skólatíma. Þar hef ég lagt til að það verði allavega skoðað hvort að fólk sé bara tilbúið til að greiða raunkostnað fyrir að leigja þessa aðstöðu. Mér finnst það nú alveg lágmarkið að tékka því. Ég veit svo sem ekki hvort það hefur verið gert, en það hafði ekki verið gert síðast þegar ég spurði. Það veldur mér miklu vonbrigðum að sala eigna sem verkefni sem kom út úr aðgerðarhópnum í vor. Þar var hópur sem tók að sér að athuga með sölu eigna eftir þess að ég best veit hefur ekkert gerst í því frekar en snjómoksturs fundarmálum. Þannig ég vil bara reka eftir því vegna þess að auðvitað þetta er náttúrulega síbreytilegur heimur og síbreytilegt samfélag og það þarf að breyta aðstöðu og það þarf þá líka að losa sig við það sem maður ekki að nota lengur. Og ég talaði á síðasta fundi hversu mikilvægt það væri fyrir okkur að nýta húsnæði bæjarins betur og ég ætla ekki að endurtaka þá ræðu en vísa á YouTube fyrir þá sem hafa áhuga. Af því að ég bara hef ennþá sömu skoðun frá því síðustu viku hvað það varðar. Það sem að mér fyndist áhugaverðara að ræða heldur en þess að endilega framkvæmda áætlun, það er kannski svona þessi litlu hluti sem skipta samt einstaka manneskjur svo rosalega miklu máli. Og ég vil sem dæmi nefna 2 hlutastöður forvarnafulltrúa sérstaklega sem var samþykkt í síðustu fjárhagsáætlunargerð milli umræðna, minni ósk og var síðan tekið út í vinnu aðgerðarhópsins. Ég vil líka tala mikilvægi
sko stuðnings í skólum, í grunnskólum, bara sko þá bara sálfræði þjónustu eða í það minnsta gegnum námsráðgjöf. Og og þetta eru, þú veist, þetta eru svona það sem maður gæti jafnvel kallað titlingaskít. Þetta eru svona 6 og 7 og 8 milljónir kannski, samtals 15, ég veit ekki. En mér finnst bara mikilvægt að tala um þetta og mér finnst bara, þú veist, að svona pólitísk forgangsröðun verður bara að vera til staðar og það hefur verið hérna aðgerðarhópur að störfum sem að kroppaði úr þjónustu á meðan við erum síðan að síðan kom inn bara svona skellir eins og 75 milljón króna hallarekstur á eða óvæntur hallarekstur á að segja á menningafélaginu. Þú veist, bara 68 milljónir í íþróttamálin vegna bætinga á aðstöðu. Ég veit að alveg, sko, sumt af þessu verkefnum var bara búið að ákveða og búið að fara í áður en við tókum við, en þetta bara, þú veist, það koma bara svona stórar upphæðir og mér finnst bara við ekki kannski alltaf gera okkur grein fyrir því umræðunni hversu mikið munar þessi litlu atriði sem svona eins og andlegur stuðningur við ungmenni. Þú veist, þetta bara að mínu mati og ég held til dæmis að nýútkomin skýrsla Rauða krossins í Reykjavík geti verið okkur víti til varnar í þessum málum. Þannig að ég bara vil skora á þennan meirihluta að vera jákvæður í milli umræða gagnvart þessu tvennu sem ég nefndi og hugsanlega geti tengt eitthvað meira til svona milli umræðna, en það bara verður að það er ekkert hægt að hugsa eins og þessi peningar skipta engu máli, eða þetta sé bara eitthvað sem skipta engu máli. Þetta skiptir öllu máli fyrir sumt fólk. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu, þá tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Ég bara þakka fyrir málefnalegar og góðar umræður hérna sem af er fundi, en mér langar nú aðeins að bregðast við nokkrum málum sem komu fram í máli bæjarfulltrúa Gunnars Gíslasonar. Það meðal annars vegna Glerárskóla, þar sem hann spurði út í það hvort að það væri tímabært að hafa þetta inn í áætlun, en við gerum ráð fyrir 20 milljónum á næsta ári sem hugsað sem hönnunarkostnaður og svo 150 milljónum á árinu 2018 og aftur 2019. Það vinna í gangi, svo ég best viti, hjá skóladeildinni. Fyrir bæjarfulltrúinn okkar, Logi Már Einarsson, var með þau mál á sinni könnu og það vissulega vert að ýta á eftir þeirri vinnu og fá svör frá skóladeildinni hvernig þeir sjá þetta fyrir sér, Glerárskóla, uppbygginguna þar. En við förum þetta ekkert á stað með neitt á næsta ári fyrr en sú vinna liggur fyrir. Varðandi Naustaskóla og lóðina þar gert ráð fyrir 60 milljónum og hönnun hafa rætt í í fasteignum Akureyrar á síðasta fundi að leggja á stað í þá hönnun. Skoða hana út frá fyrir hönnun sem liggur fyrir. Varðandi Vasa, þar sem strætóin stoppar í dag að stækka þá Vasa, þá erum við að breyta stoppistöðunum okkar í tengslum við breytt leiðarkerfi og munum hafa það bara í huga. En það búið að setja inn í framkvæmdaáætlun að breyta Vasunum við Hof til þess að auka öryggi. Þannig að það komið inn í áætlun hjá okkur og verður farið í það bara vonandi sem bara fyrst á nýju ári. Vissulega þenslutími í gangi og við höfum alveg orðið vör við það að tilboð hafa hækkað. En bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom inn á það að eins og sundlaugaframkvæmdirnar hafi sýnt sig varðandi tilboð, þá það vissulega rétt að fyrsta útboð sem við fórum í þá fengum við það hátt tilboð að við höfnuðum öllu nema einu. Við höfum verið að leita eftir öðrum tilboðum og fengið ansi góð tilboð, allavega þau sem eru undir kostnaðaráætlun hjá okkur. Að það hefur gengið eftir þrátt fyrir þessa tíma sem við erum á núna. Varðandi nýbyggingu Gatna þá kom bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin aðeins inn á það áðan að það dýrt að stækka hverfi og við erum að reyna að þétta byggð. Og ef að þéttingin heldur áfram þá getum við séð fyrir okkur að hugsa eða endurskoða áætlun okkar varðandi nýbyggingu Gatna, en meðal annars kemur fram í framkvæmda yfirlitinu þar að við Naustahverfi Hagar 6, 7. áfanga, þá gert ráð fyrir 5 milljónum á næsta ári, 90 milljónum ári á eftir og 90 milljónum þar á eftir á árinu 2019
Þannig að þetta allt tölur sem munum mögulega lækka ef við höldum áfram með þéttingu byggðar. Varðandi þær tillögur að dreifa framkvæmdum yfir á lengri tíma, þá þurfum við kannski að skoða það í heild því það borgar sig ekkert alltaf að dreifa framkvæmdum. Það getur stundum bara verið dýrara þegar upp er staðið, þannig að það er spurning forgangsröðunina hjá okkur frekar. Snjómoksturinn, forgangsröðunin, henni var breytt eftir upplýsingar frá síðasta fundi sem var haldinn íbúafundur hérna í Hofi, mjög góður fundur og þar var farið yfir forgangsröðun og hún var endurskoðuð en að gera að halda fund aftur og skoða hvort við getum bætt okkur enn frekar. Varðandi skíðalyftu þá held ég við séum nú öll á því að við viljum að það hefur allavega verið yfirlýstu vilji hér í bæjarstjórn að sjá uppbyggingu í Hlíðarfjalli og ég er einn þeirra sem vil gjarnan sjá það. En auðvitað mörgum spurningum ósvarað og við erum að vinna að mögulegri úthýsingu á svæðinu en við höfum samt sem áður, ég sagði það hér á síðasta fundi í bæjarstjórn, að við myndum samt halda áfram ótrauð því við erum með skíðasvæði hérna sem við þurfum að huga að þrátt fyrir að sé ekki komin lausn í úthýsinguna og þar er vetrar íþróttamiðstöð Íslands einnig líka aðili sem við þurfum að fá að borðinu ef við ætlum að fara í einhverja frekar uppbyggingu þarna. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom með hugmynd það að Hlíðarfjalls mun taka þátt í þessu kostnaði sem er bara gott og vel ef af þessu verður en við þurfum líka að huga að rekstrinum. Því þarna kemur vissulega aukinn starfsmannafjöldi og við erum að huga að launum og launatengdum gjöldum núna og sá liður hjá okkur í áætlun að hækka verulega þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða heildarmyndina af þessu. En ég get tekið undir orð bæjarfulltrúa Sóleyjarbergar hérna áðan varðandi litlu atriðin, þau skipta okkur öll máli. Takk. Fulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur lokið máli sínu, þá hefur bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson beðið um orðið. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, það er erfitt að koma með eitthvað nýtt inn í umræðuna núna. Ég legg allan ekki fram neina tilbúna fjárhagsáætlun sér. Það er alveg klárt. En það eru samt að nokkra þættir sem ég langaði að svona aðeins vekja athygli á. Ég vil nú svona áður ég byrja á því þakka nú meiri hlutanum og fyrir þó hvað við höfum þó verið upplýst í gegnum þessa fjárhagsáætlun. Og það ber að þakka það sem gert vel þó ég hef viljað fá þessa hluti miklu fyrr í hendurnar og kannski með öðrum hætti. En við höfum sannarlega fengið tækifæri til að koma okkar skoðunum að. Og ég bindi mikla vonir við það að við höldum áfram góðri vinnu á milli umræða. Og ég get tekið undir margt að því sem Sjálfstæðisflokkurinn lagði hérna til og það sem fulltrúi Vinstri grænna kom með líka. Það er alls ekki allt. Þannig er nú pólitíkin. Það eru ákveðnir þættir sem við ættum allavega að taka til endurskoðunar. Og þá ég sumum kann að finnast þetta litlu málin. Ef við tökum gjaldskráhækkanir. Kannski þetta ekki stór upphæð, þetta fáránlega stundum oft forgangsröðun í þessu. Bæjarráð samþykkti hér rétt rúmlega 1% hækkun á gjaldskrá í fjallinu fyrir skíðafólk sem stunda svona útivist. 1,04% held ég minna að veri gjaldskráhækkunin sem var upp í Hlíðarfjalli sem kom frá Íþróttaráði. Ég satt hann fund, þannig að ég man vel, ég spurði að þetta var tiltölulega lág hækkun. En svo aftur á móti var gjaldskrá skólanefndar, hún var hækkuð 3%. Ég fæ handbendingu hérna að það hafi verið 4% upp í Hlíðarfjalli. En þeir lögðu til allan 1%, þá það verið breyting sem við komið inn eftir á. Ég bið þá allan að menna að skoða það og við munum skoða það á milli umræða. En þegar við horfum á mismunum gjaldskráhækkunum, þar sem við erum að horfa á í skóladeild, 3% núna hækkun, 4% á síðast ári og við erum að horfa á liði í gjaldskráhækkunum í skóladeild sem við bentum á inn í skólanefnd að það eru liður eins og
hækkun á matarkostnaði sem á eingöngu að standa undir kostnaði. Hækkun á mat í skólum og leikskólum á Akureyri ekki tekjuliður. Hann á að standa undir raunkostnaði. Og í verðbólgu sem ekki nema 0,9% eða rétt 1% eða 1, eftir frá hvað mánuð við tökum með, þá það ekki nema rétt rúmlega prósent sem var síðust 12 mánuðum og við ætlum að hækka samt liðinu 3%. Þetta athugasemd sem var búið að koma með inn í nefndinni og með væntum við skoðum þetta milli umræða. Að þeir, þegar það kemur að barnafólki þá eigum við sannarlega að standa vaktina. Nú hafa komið aðeins inn á að þær aðgerðir sem aðgerðahópurinn fór í, það hefur verið étið upp vegna launahækkana. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin kom inn á það að launahækkanir hafi étið það allt upp. Þetta svolítið eftir hvernig maður horfir á hlutina. Kannski var það bara frí strætó sem var það upp eða. Þetta bara rekstur. Það ekkert að taka einn lið út úr og segja þessi liður gerði það. Þá vil ég segja það var Menningarhúsið í Hof sem gerði það. Launahækkanir bara hluti af velferðarsamfélaginu og hluti af okkar lífskjörum. Nú, hækkun á frístundastyrkjum, það nú svona pólitísk spurningum hvort við ekki að setja bara frístundaskóla í gang samt í staðinn. Það verður að setja frístundastyrki, þetta bara umræða sem við getum tekið annars staðar, ég vil ekki fara inn á það. 3,5 milljarðar í framkvæmdir. Þetta ágætis tala, sko. Og þegar við erum að fara inn í, sem margir hafa bent á, einhvers konar hagvaxtarskeið, sumir hafa talað að árið 2007 þá hafi verið ákveðin bóla í gangi og þessi mammenar sem að koma í heimsókn á næstu árum, og þá ágætt að við höldum aðeins að okkur höndum og ég held að vera ágætt líka að fara aðeins í það hvað þarf að framkvæma fyrir mikið á svæðinu til að við viðhöldum núverandi atvinnustigi í þessum geira. Þarf að framkvæma fyrir cirka 10 milljarða eða 5 milljarða til að viðhalda atvinnustiginu sem vinna við þessar framkvæmdir. Og þá þarf Akureyri bara að vera bufferinn þar. Ekki fara af stað þegar þenslan í gangi. Við höfum svo oft talað þetta. Og þá kemur vandinn mér og hvað viltu skera niður? Ég ekki sérstaklega hlynntur því að skera niður Listasafninu. Ég held að Listasafninu sé bara eitthvað sem við förum bara að skulda bæjarbúum þessum heimsækja Akureyri. Að við förum að sýna listagilinu því þá virðingu sem við ætlum okkur að halda þar. En ég tilbúin að horfa á það út frá þeirri skoðun að við verðum bara að draga úr af því það einfaldlega ofþensla á svæðinu. Nú, öldrunarheimilið, ríkið, við þekkjum þessu sögu mjög vel og ég þreytist aldrei á því að tala það við höfum að skila þessu. Við erum að sjá kennarasamninga lausa. Við vorum bara að fá í heimsókn fullt af kennurum inni áðan og þetta sannarlega eitthvað sem við getum hluta til komið líka að. Þeir komið með áhugaverðar spurningar sem við þurfum bara að fara að leggjast yfir og svara. Nú það hafa alveg komið hugmyndir og ég hef haft að mér finnst mjög spennandi hugmyndir kennaranám. En ég kannski bara oft einn það. Ég hef líka haft hugmyndir að hrókera skólastjórnendum í skólanum til þess að efla starfið, styrkja stjórnendur í starfi. En fæ alltaf að vita það að kennarasambandi sé kannski dragbíturinn þar eða stoppi. Þá þurfum við bara að taka þá umræðu. Ekki stoppa við að kennarasambandi segir örugglega nei. Förum í máli. Ef það góðir hlutir, þá höfum við að taka það. Og má sannarlega fara og skoða kennaranámið. Og kannski ein leið í því að Akureyri bara taka að sér þessar kennaranema. Við bara ráða í skólanum, samhliða skólanum. Þeir kenna í skólanum og svo hrókar það bara. Við höfum rætt þetta inn í skólanefnd. Þetta sennilega flókin útfærsla, en ég algjörlega tilbúin að vinna henni áfram.
Framkvæmdir við Glerárskóla og þar í kring hafa komið aðeins inn á það áðan. Það var settur af stað hópur í skólanefnd til þess að fara í svona hugmyndavinnu varðandi uppbyggingar í Glerárhverfi og kringu Glerárskóla. Hann var settur á laggirnar fyrir 2 árum síðan. Nú fyrst þá að formanni Bjarka sem þá var og svo aftur Loga. Það búið að halda 1 fund af mér vitanlega. Ég er í þessum hópi og var búið á 1 fund, ég strax vitaði að ég gæti ekki mætt á hann því ég var staddur í Reykjavík. Hann var samtaldinn. En ég veit ekki hver staðan er meira það. En það þarf sannlega að fara í það. Skíðalyftan. Kaupa skíðalyftu og geyma. Það hefur ekki verið talið sérstaklega góð fjárfesting í mínu business. Já, mér svo ennþá evrur í veskinu sem ég keypti á 150 kall. Frekar léleg fjárfesting. Ef ég get sagt það núna til að við erum að fara að kaupa skíðalyftu núna þegar gengið er að sterkast núna, þá getum við verið rík á mörgum hlutum. Við eigum að fjárfesta í hlutunum þegar okkur vantar. Það er held ég bara frumskilyrði því þegar okkur vantar eitthvað. Þá förum við að kaupa hann og við förum að stað í verkefnið. En ég held við þurfum að bíða eftir hver ákvörðun verður varðandi útvistan á svæðinu og hvað fjármunir við erum tilbúin að leggja í það eða hvernig því horfir. En svo er það bara mín skoðun. Við vel verið gott sniðugt að kaupa hana. Ég er ekkert sérstaklega ginnkeypt fyrir því. Ekki ef við ætlum ekki að setja hann upp. Aðstaðan á Nökkva. Það kom gagnrýni á það, fara af stað í það. Mér finnst þetta að vera svona hluti af ásýnd bæjarins, mér finnst þetta að vera hluti af strandlenginu hérna og ef ég man það rétt, þá getur það bæjarfulltrúar leiðrétt mig að þá var, gaf bæjarsjóður eða bæjarstjórn Akureyrarbæ 100 milljónir á ári í ákveðum uppbyggingu til fegrunar á bænum og gera hann svona aðgengilegur og skemmtilegri bæ og meðal annars var hluti af þessu að laga strandlengjuna og jafnvel Nökkvasvæði. Þannig að þetta er hluti af þeirri framkvæmd. Mér minnir það, en það getur ykkur leiðrétt mig það, en ég held að sé brýnt að laga þetta. Þetta er andlit bæjarins. Og svo þessi aðrir þættir eins og Glerárskóla eins og Giljaskóla og nýting þar. Það tökum við bara á milli umræða. Annars takk fyrir mig. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur lokið máli sínu, þá hefur bæjarfulltrúi Eva beðið um orðið. Gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Guðmundi fyrir sína yfirferð yfir fjárhagsáætlunina og í framhaldinu mjög málefnalegar umræður. Ég staldraði með nokkur atriði í ræðu bæjarfulltrúa Guðmundar en setningin hérna fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar fyrir árið 2017 hefur verið unnin í samræmi við vinnuferla sem kynntu voru í bæjarráði upp á áætlanagerð stendur svolítið í mér. Og bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom kannski vel inn á það áðan en það er ennþá svo mörgu ósvarað og mér finnst svo óþægilegt að vera þess vegna svona illa undirbúin í dag. Mér finnst það bara alls ekki verið í lagi. Það er ekki búið að setja fram breytingar á stöðugildum nema hluta, þannig ég ger mér enga grein fyrir erum við að bæta í eða erum við að draga úr. Getur einhver svarað því hér inni? Ég veit ekki til þess að sé búið að fara yfir fjárhagsáætlunum við hliðsjón af vinnu aðgerðarhópsins, þannig að við gerum okkur ekki grein fyrir, allan að ég gerum mér ekki grein fyrir hvort sú vinna er að rata inn í fjárhagsáætlunina. Ég á bara erfitt með að móta mér sín og skoðun á áætlunina eins og stendur því að tölur eru bara breytast milli daga, gjaldskrá ekki verið lögð fram nema litlu leyti. Frábært að starfsáætlunir séu að koma inn og við höfum talað mikið fyrir því síðustu 2 árin að það sé mikilvægt að það gerist, þannig að við sjáum aðeins fram í tíman hvað við erum að fara að gera, en slæmt samt að sumardeildir séu ekki ennþá búin að skila því og við
hér og nú farin að ræða fjárhagsáætlun næsta árs. En eins kom að það sem bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin kom inn á að stjórnsýslubreytingar hafi áhrif á vinnu fjárhagsáætlunargerðar. Þá langar mig bara að minna á það þegar funda var með ráðgjafa þessar vinnu á sínum tíma, þá varaði ég einmitt við því að farið yrði þessar breytingar á þeim tíma sem fjárhagsáætlun stæði yfir. Því það er algengar en ekki að svona mikla breytingar hafi áhrif á starfsgetu, vinnuframlag og líðan starfsmanna. En ég ætla að trúa því að það eitt samt ráði ekki því hvernig komið fyrir okkur í dag. En ég hef bara verulegar áhyggjur af framhaldinu. Nú fyrir fundinn tókum við á móti rúmlega 3000 undirskriftum frá kennurum vegna lausa kjarasamninga. Lífeyrismálin í óvissu. Það er mörg spurningamerki á lofti, bara hvert framhaldið er. Þegar maður skoðar söguna þá virðist vera línuleg hækkun á fjölgun stöðugilda samanborið við fjölgun íbúa. Við verðumst aldrei hafa náð því að ná neinni stærðarhagkvæmingu fram, hagræðingu fram. Þannig það er eitthvað sem við verðum að fara að skoða. Hvar við eigum að taka, auðvitað þurfum við að setjast alvarlega yfir það. Varðandi aðgerðahópinn, mér finnst alveg frábært að minnihlutinn hafi verið í því, en jafnsvegt er yfir því að allir bæjarfulltrúar fengu ekki að vera með þar. Og ég vil bara minnast orða bæjarfulltrúar Silju á síðasta fundi að það er bara afar slæmt. Við höfum all verið kosin hér inni til trúnaðarstarfar og því bara finnst mér að við hefðum átt rétt á því að taka þátt í þeirri vinnu. En nóg það. Nú er ég talin ágætlega þolinmóð, svona eðlisfari, en ég er samt ennþá að venjast því hversu allt virðist taka langan tíma innan stjórnsýslunnar. Það eru mun fleiri dæmi heldur en bæjarfulltrúi Preben bæjarfulltrúi kom inn á áðan með verkefnahópið Kleraskóla. Mér minnist að þetta bara mjög lítið atriði sem að ég er ennþá svo hneyksli yfir. Það eru, ég veit ekki hvort þið vitu en Akureyrarbær átti hillur í geymslu hér út í bæ. Fyrir 1,5 ári síðan tókum við þetta fundi að það þyrfti að losa gefa þessar hillur eða selja þær til að losna við 1 milljón króna í leigu á ári. Ég opnaði næstu í kampænsflösku í síðustu viku þegar þessu málefni var komið í gegn á 1,5 ári, að ég held. Ég bara því miður þá drekki ekki áfengið en það var kannski ekki það fyrsta sem ég hefði átt að telja upp. En það er svo ég kannski fari að tala í lausnum líka. Varðandi hvað getum við gert? Ég hef nokkur sem talað fyrir því og fleiri hér inni eru að mér á sama máli að við verðum að fara að leggja meiri áherslu á rafræna stjórnsýslu. Bæði til að vera meira upplýsingagefandi, eins til þess að stytta ferla og koma í veg fyrir það að við séum jafnvel með 2 og 3 skráningar í kerfinu innan hús hjá okkur. Ég held að þarna getum við sparað hugsanlega einhver stöðugildi. Eins ef ég bent á það, mér finnst ofboðslega mikilvægt og ég veit að byrja á þeirri vinnu, en mér finnst að taka of langan tíma eins og margt annað, að ég bent á það að ég vil að öllum styrkjum bæjarins sé komið inn í eitt skjal eða eitt kerfi. Þar sem að við sem sitjum í nefndum getum tekið upplýsta ákvörðun þegar við erum í styrkveitingum. Þá sjáum við hvað viðkomandi aðilum hefur verið veitt áður og hvort að aðrar nefndir hafi verið að veita sömu aðilum styrki. Mér finnst þetta gríðarlega mikilvægt. Eins finnst mér að hafa tekið allt of langan tíma að setja effort í það að koma vinnunni við Akureyrarkortið á stað. Þarna tel ég að sé tekjutækifæri fyrir okkur. Af því við erum alltaf að tala hvernig getum við aflað tekna. Ég held að með þessu að koma þessari vinnu á og keyra hana áfram ættum við að geta aflað okkur einhverja tekna. Ég tek undir og var með hér einn af mínum punktum undir með bæjarfulltrúi Sóleyju. Sala á eignum bæjarins. Það eru alveg nokkrar eignir bæjarins sem við erum held ég öll sammála hér inni að þurfa að selja. Af hverju þurfum við að bíða eftir við finnum lausn
á því að hvernig ég að fara með allar þessar eignir sem ég á að selja, í staðinn fyrir að losa okkur bara strax við þessar sem við vitum pottit og auðvelt að fara með út. Þannig að ég legg það til að bara morgun verði bara farið í það að auglýsa þær eignir sem við erum öll sammála að megi fara. Eins bara í framhaldi að hilluumræðinu og geymslunni sem að mér finnst alveg stórkostlega að þá hef ég lagt við bæjarráð að verði yfir allar þær geymslur sem að bærinn með á sínum vegum. Nú veit ég ekkert hvort það séu 3 eða hvort það séu 50 og hvað það að kosta bæinn og hvað í þessum geymslum. Það eitthvað sem við þurfum að eiga eða eitthvað sem á að fara. Annað dæmi við ráðum bara inn starfsmaður til að greina veikindi starfsmanna og reyna að draga úr veikindahlutfalli starfsmanna. Ég myndi gjarna vilja að við myndum bara fljótt og vel fá upplýsingar bara hvernig það að ganga. Eins höfum við rætt í bæjarráði, þegar ég var í skólanefnd þá var rætt verkefni sem að leikskólinn Pálmholt hefur verið að gera sem tilraunaverkefni að draga úr veikindum starfsmanna og það hefur gengið vel. Ég hefði bara vilja setja strax annan leikskóla til samanburðar í þetta verkefni, ekki bíða eftir neinu. Við þurfum ekki að færa þetta yfir á alla, en þó við bætum einu við, það alltaf gott að hafa samanburð þegar maður í svona verkefni. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason fór yfir þær breytingar sem við sjálfstæðismenn viljum gera á framkvæmdaáætluninni og með skýjaliftuna ræði það bara fram og tilbaka. Þarna eru fulltrúar sem vilja koma með fjármagn í þetta verkefni en ég held að hitt allt sé gott og gilt sem þar inni og ég bara eins og kannski bæjarfulltrúi Guðmundur kom á orði, við lögðum bara mikla vinnu að pæla í þessu fyrir þennan fund þannig að við vildum vera vel undir það búin en það eitt atriði sem að Gunnar kom ekki inn á og ætlaði mér að fara yfir, það að okkur skilst að það séu 40 milljónir undir liðnum Drottningabrautarstígur sem ætlar stíg fram að Hrafnagili. Er svo rétt? Getur einhver nikkað hausnum sem að veit betur en ég? Ef svo allavega, hér getur enginn svarað, ef svo þá hefðum við viljað bíða með það verkefni því að ennþá óljós hvort að ríkið vilji koma að því verkefni eða ekki. En í staðinn hefði við viljað setja inn á 3 ára áætlunina breytingar á Tryggvabraut þar sem hún liggur að Hjalteyrargötunni. Eins og gatan í dag, þá gerir maður sér ekki grein fyrir hvort hún sé einbreið eða tvíbreið. Þarna komin þjónustukjarni sem mun meira nýttur í dag heldur en var áður. Þarna kringum 300 barn að æfa tómstundir, ætla þess ekki álíka að fullorðna fólki æfa líkamsrækt og þarna 3 verslanir og bakari. Þarna engin gangstígur, þarna leggur fólk beint upp í húsið og keyrir beint út á þessa 1- eða 2-földu götu. Þarna hafa orðið slys, ég hef sjálf hort á barn verða fyrir bíl á þessum stað. Þannig ég tel brýnt að við komum þessu inn á áætlun til þess að forðast frekari slys. Einhver sagði mér að þetta væru stærstu gatnamót á landinu. Það að segja einbreiðu gatnamót á landinu. Þannig að ég held við þurfum að fara að huga þessu. En nú ætla ég að tala beint út frá mér varðandi það sem kemur næst. Ég ekkert viss að samflokksmenn mínir séu mér sammála, ég hef ekki fengið það frá þeim. En þegar ég ákvað að fara í pólitíkina þá var eitt af þeim málum sem að mér fannst þörf fyrir málefni sem bæjarfulltrúi Sóli kom inn á. En það sálfræðiþjónusta í grunnskólum. Ég persónulega hef haft áhyggjur af þróun líðan barna og þá sérstaklega kvíða. Ég veit að þetta kostar og ég ekkert að leggja til að við sitjum innan næstu áætlun 2017 en ég vil bara við höfum til huga og fyrir maður að ræða þessi mál. Ég veit þetta kostar en þegar upp staðið þá gæti þetta hugsanlega orðið okkur til sparnaðar í félagslegri þjónustu þegar til framtíðar litið.
En svona bara að lokum þá held ég að eitt af þeim tækifærum sem við ættum að horfa til væri frekari samvinna við nágranna sveitarfélög á ýmsum sviðum. Við erum í samvinnu á einhverjum og mættum jafnvel aukana. Þannig að ég lagði til við að það sem ég sitji í stjórn Eyþings að næsti aðalfundur Eyþings færi einmitt að ræða samvinnu sveitarfélaga því að ég hald að þar geti hugsanlega leið tækifæri til sparnar fyrir fleiri sveitarfélög heldur en bara okkur. Þannig að ég er ekki með fleiri bíli en þakka aftur málefnalega umræðu. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson tekur til máls. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, það er búið að vera miklar og góðar umræður með þessa fjárhagsáætlun og sýnir bara enn og aftur, sem ég hef alltaf sagt, að hversu vönduð þessi bæjarstjórn er að taka hér mjög góðar og málefnarlegar umræður. Það bæjarfulltrúi Sóley var hér í pontu og talaði að ekki væri gaman að vera í bæjarstjórn þar sem alltaf verið að spara og það er alveg vissulega ekkert skemmt efni. Það væri gaman ef við værum að velta fyrir okkur hvernig við getum ráðstafað einhverjum umframtekjum. Það hefur svolítið verið rætt það hvernig önnur sveitarfélög að gera þetta og maður hefur til að mynda sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu. Þau hafa til dæmis verið að ná upp tekjum sínum núna með sölu lóða sem er eitthvað sem við höfum náttúrulega ekki við með þessi gatnagerðargjöld okkar en þarna það er markaður á höfuðborgarsvæðinu sem við erum í rauninni langt frá sem gerir samkeppnisstöðu okkar svolítið öðru vísi. Tekjuskipti ríkis og sveitarfélaga hefur náttúrulega verið umtalsefni hér alltaf og það er ljóst að við þurfum að sækja áfram á þeim vettvangi. Hins vegar hef ég svolítið áhyggjur af því að þessi stóru sveitarfélög sem eru á höfuðborgarsvæðinu að þau hafa minni áhyggjur af þessari tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga finnst mér. Mér finnst bara svolítið örla á því vegna þess að það er á helst Reykjavík en það hefur bara pínlega að þeir eru svolítið að njóta uppgangsins sem að við erum ekki. Þannig þeir kannski eru núna aðeins, mann sýnist á fjárhagsáætlun þessara sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og það allir að tala það að það sé alltaf verða bara nokkuð í lukkuna velstandi á meðan að við erum pínu ennþá að ströggla. Þannig en það náttúrulega skiptir líka máli hvaða rekstur sveitarfélögunum og jú, Reykvíkingar hafa náttúrulega talað mikið ætlum að gera lítið úr því að Dagur hefur talað mikið tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga og þetta er eitthvað sem verður eilífur umræðefni en það er alveg ljóst að við þurfum að halda þeirri umræðu áfram. Þessi umræðu framkvæmda áætlunina, hún er bara mjög góð og menn hafa tekist rætt hér skíðalyftuna og hvort menn vilja eiga hann eða ekki og þetta er akkurat þetta sem ég var að velta fyrir mig þessari, ég náði ekki alveg heildarsamhenginu eða samtöluna á framkvæmda yfirlitinu. Ingibjörg fór mjög vel inn á þessar framkvæmdir, hún náttúrulega sittur í fasteignum og framkvæmdaráði og gerði með grein fyrir svona sjónarmið þar inni en tók að sjálfur söðundur að það er ekkert neitt sem að, skal ég segja, er ekki eitthvað sem má skoða. Raunkostnað vegna Naustaskóla sem Sóley talaði það náttúrulega er svolítið erfitt ef maður fyrir að taka eitt málmvirki og láta menn borga eitthvað miklu hærra verð fyrir, ég veit ekki hvort það gengi upp en hins vegar tók við þessi ákvörðun og að opna ekki íþróttahúsið þarna, það er svona, þetta verður ekki svona til eilífðar en hins vegar er þetta hluti af því að reyna að vera ekki bæti mannskap og menn hafa talað hérna gjarnan að það hefur línuleg fjölgun á stöðugildum hjá okkur með mannfjölda og fleira. Ég er ekki alveg að sjá þetta þegar maður horfir hér á tölur bara úr árbókinu okkar góðu sem var að koma hérna og síðan berði þetta saman við til að mynda 2012 að þá sér maður ekki þessa gífurlegu fjölgun á stöðugildum. Þegar þannig verið að bera saman, myndum að segja epli og epli, það er stöðugildi 1. apríl hvers árs og mér sýndist að stöðugildi á fjöldi núna 1. apríl 2016 hafi verið 1525 á móti 1518 ef við maður rétt 2012. Þannig að það er spurningin hvað þessi stöðugildafjöldi þannig að þetta er pínu, við þurfum samt að leggjast yfir þennan fjölda og ef maður horfir á ársreikningana líka þá þessi stöðugildi ekkert eins þessi mikla fjölgun en þetta er eitthvað sem við þurfum samt að fá betri tilfinningu fyrir, ég er alveg sammála því.
Preben var talað Preben talaði gjaldskrár og það eitthvað sem við tökum hérna á milli umræðina, það búið að samþykkja ákveðna gjaldskrár og ég sá nú ekki betur þegar maður fór að skoða fundagerð skólaremdar, því að hann talaði hækkun, mér fannst hann eins og hann talaði að það væri 3% hækkun á bæði mat og vistunargjöldum, en ég sé ekki nefnum bókunin tala bara um vistunargjöldin, þannig ég ekki alveg að fatta þetta, en við þurfum bara samt að skoða þetta og fara í gegnum þetta. Bæjarfulltrúi Ingibjörg mun væntanlega svara fyrir að gjaldskrána hækkun á sundlauginni. Það alveg rétt að væri fróðlegt sem að bæjarfulltrúi Preben kom inn á með framkvæmdir á svæðinu, hvað eru mikið framkvæmdir á svæðinu og hvað þarf að gera. En varðandi það framkvæmdir sem við verðum að tala í fjárhagsáætluninni, þegar við erum að tala um B-hlutann, það hefur komið til og menn hafa verið að ræða okkar hluta, það sé A-hluta hvað getum við gert. En þegar við skoðum framkvæmdir B-hlutans, þá pínlítið brattar framkvæmdir, en það eru hins vegar framkvæmdir sem eru eiginlega bara varla umflýjanlegar. Þarna verið að framkvæma fyrir Glerárvirkjun fyrir einhver 500 milljónir, það er verið að framkvæma í skal ég segja ykkur, fráveitukerfinu fyrir tæpar 400 milljónir og svo við verið að framkvæma í heithavaskerfinu fyrir 443 milljónir og þar skilst mér að þessi orðið mjög mikil brýn þörf á framkvæmdum og ég held að við man rétt að einhvern veginn hafi heyrt að þessa framkvæmdir snéru á því að reyni breikka lagnir frá Hjalteyri inn til bæjarins til þess að, ef ég man rétt, en það getur verið að það sé ekki öll þessi tala, en þarna eru framkvæmdir sem að menn komast kannski ekki hjá. Hafnarsamlagi er að fá loksins langþráðan hafnsögubát sem að kosta peninga, en þannig að þessa framkvæmdir í það sem er verið að fjárfesta í skal ég segja, þessu eru kannski ekkit, er ekki auðvelt að eiga við þetta, en við getum alveg skoðað hjá okkur hitt, það er að segja hjá A-hlutanum. Bæjarfulltrúi Eva kom inn á ýmislegt sem er skal ég segja, við svo sem búin að svara, ég meina við hefum kannski viljað sjá þetta, hún talaði um fjárhagsáætlunina ferilinn, við lögðum alltaf ákveðin feril í gang og svo fórum við að vinna með þetta. Þetta hefur ekki alveg gengið eftir og menn kannski, ég ræddi aðeins það hér áðan að þetta væri skal ég segja hluta til, að mætti meðal annars rekja á, það eru ýmsar orsakir, það má ekki gleyma því í rauninni að líka að hagsýslustjórinn hjá okkur var nú í fríi fram í námsleyfi, fyrir hluta ársins var alveg fram í ágúst og þetta var sem sagt, fjármálastjóri þurfti þá að sinna hans hlutverki á meðan, þetta var svona kannski það lögðum mikið hans herðar, þannig að það kannski líka dróða aðeins úr vinnunni, en það er ekki, þetta er eitthvað sem við verðum að vinna betur með. Ég er alveg sammála því að við þurfum að greina þessa aðgerðahópstillögu, ég kom inn á það áðan, við þurfum að greina þessa aðgerðahópstillögu fyrir næstu ár, það er að segja 2017-18 og sjá hvort að þeir eru ekki að skila sér og við munum gera það þegar við tökum inn embættismenn og formenn nefnda hér á fundi til okkar til þess að fara yfir það hvernig þetta hafi gerst allt saman. Og ég skal ég segja til þess að kannski koma inn á það og benda bæjarfulltrúum á það að það eru öllum bæjarfulltrúum boðið að sitja undir þeirri umræðum í bæjarráði og það væri kannski gott ef að menn eru með einhverjar spurningar til embættismannanna að senda það fyrirfram og þá afrita á aðra bæjarfulltrúa þannig að það geti kannski sparað tíman við í umræðum þannig að menn gætu verið markvissar og komið með svörjafnvel tilbúin á fundin. Þannig að ef að menn hafa einhverjar spurningar sem að brenna á þeim, endilega kasta þeim til embættismannanna þannig að þeir séu betur undirbúnir. Ég held að það væri mjög gott. Það er nú gaman að segja frá því að bæjarfulltrúi Eva talaði um geymslurnar og hvort að við værum eitthvað, hún ræddi þetta og spurðist fyrir þetta hér undir önnum mál á síðasta bæjarráðsfundi minni mig og ég sendi þetta bara beint á Eirík og Eirík er að byrja að vinna í því að taka þetta saman, eða láta taka þetta saman, þannig að ég vænti þess að við fáum upplýsingar um þetta, ég er alveg sammála því, það er gott að vita hvað við erum með marga geymslur í bænum og hvað við erum að leigja. Styrkveitingarna, ég ræddi við þetta var í aðgerðashópstillögunum og ég talaði við Katrínu Björgu sem hefur forgöngu með þetta mál og hún segir að þetta sé alveg á fullum gasi núna og við munum fá þessar upplýsingar núna vonandi bara inn í bæjarráð næstu tveimur, vonandi jafnvel bara í næstu viku. Þannig að þau eru búin að vera að taka þetta saman þann næstu viku jafnvel, en við fáum þetta á milli umræðna það við verðum komið með svona skema í það hvað þetta er hjá okkur, þannig ég treysti á það gangi eftir. Það er náttúrulega alveg rétt að ýmislegt hefur ekki gengið sem skildi í þessum aðgerðahópstillögum okkar og það er að segja að við hefum ekki verið nógu virk í þessu starfi og það til og með hefur verið rætt hér sem sagt
sölu eigna og ég minna að bæjarfulltrúi Ingibjörg hafi komið inn á það að það væri verið að setja kraft í þetta og við ákváðum það að sem sagt bæjarfulltrúi Logi hafði forgöngu með þetta mál, nú hann farin að vettvangi og bæjarfulltrúi Sigríður Huld og Ingibjörg allar koma inn í þetta mál og við erum líka þá búin að ræða það að fá starfsmann með okkur í þetta mál sem Karl Guðmundsson sem að þá getur kortlagt þetta fyrir okkur betur. Þannig ég vona það að við setjum bara kraft í þetta. Ég treysti nú samt ekki, við getum farið að byrja að selja eignir fyrir hádegi á morgun en ég alveg sammála bæjarfulltrúi Evu að það í sjálfu sér ekkert og það kannski bara líka tímapunkturinn núna góður til þess að vera í fasteignasölu. Þannig ég held að þetta sé bara hluti sem við eigum að skoða og ef það einhver eign sem við teljum að við getum komið í verð og getum kannski nýtt starfsemi eða nota starfsmenn í einhverjum öðrum húsnæðum, þá eigum við sjálfsögðu að fara í það. En þetta er náttúrulega pínlítið svona eitthvað sem við þurfum að vinna að. Mér langar bara því að þessi umræða kannski snýst nú ekki gatnamótin á Tryggvagötu og Hjalteyrargötu, en bæjarfulltrúi Eva kom inn á það og það er eitthvað sem að mér finnst mikilvægt að skoða. Það var nú fundur deiliskipulag ódýrarinnar í síðustu viku sem nokkrir bæjarfulltrúar sátu á og þar er þetta inn í þeirri vinnu og ég er alveg sammála því að þetta er bara að maður veit heil ekki hvernig maður á að keyra þessi gatnamót, þannig að ég held að það sé brýnt að þetta verði einhvers staðar á aðgerðalista. En þó þetta sé ekki þannig, bæjarfulltrúi Ingibjörg við nú til að svara fyrir Drottningarbrautastíg og tenginga við önnur sveitarfélög. En ég skal segja þarna kváði þegar bæjarfulltrúi Eva sagði það að hún ætlaði nú að koma inn á eitt mál sem var í henni hugleikið og ég skrifaði strax sögumál okkur leikskóla, en þá fór hún að tala um sálfræðiþjónustu. Þannig að ég var alveg undirbúin undir sögumálokkunina en vissulega er þetta áhyggjuefni hvernig komið fyrir ungum börnum og einangrun og skal ég segja kvíði er náttúrulega stórkostlegt vandamál og við verðum auðvitað viljum við gera sem best í því en maður veit svo sem ekki hvað er best að gera en ég er alveg sammála því að þetta er umræðefni sem þarf að taka til umræðu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið málinu sínu, þá hefur bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen beðið orðið. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Þau eru mörg áhugamálin okkar hérna, það er ekki bara eitt sem þetta snýst þau eru mörg. Varðandi framkvæmdir, þá ætla ég aðeins að koma hérna inn í það og gjaldskrárhækkanir. Bæjarfulltrúi Preben spurðist fyrir varðandi gjaldskrárhækkun í Fjallinu og taldi að væri að ræða 1% hækkun. Það er einn liður sem hækkar 1% og það er kostnaði við einn dag í Fjallinu við 6-18 ára og 67 ára pluss og það er bara lítil uppað sem þetta er hækkur 1320 krónum í 1400. Annars er þetta svona að meðaltalshækkun 5% yfir heildina. Þó að vissulega komi sumi liður, einn liður 18% og annar 19%, en að meðaltali er þetta 5% hækkun og líka í sundlauginni. Varðandi umhverfisátakið, þá er það rétt, það eru 100 milljónir á ári sem fara í það átak og þau eru misjöfn verkefnin sem eru tekin fyrir þar og er það fyrst og fremst kannski helst að nefna hverfisnefndirnar sem fá 2 milljónir hver til þess að fara í einhvers konar uppbyggingu hjá sér í sínu hverfi. Það er skógrækt, það er græni trefillinn sem við áætlum líka og svo er áætlað að fara í endurgerð leiksvæða og ný leiksvæði, útivistarstíga og fleira. Það er rétt að á þessu ári gerðum við ráð fyrir 50 milljónum í Drottningarbrautarstíginn. Það er ekki gert ráð fyrir honum á næsta ári. En varðandi hjólreiðastíginn fram í Eyjafjarðarsveit þá er það rétt, það var sett inn í áætlun núna 40 milljónir og það er rétt að það er ekki neitt komið fram frá ríkinu hvað er alltaf að gera. Þetta samgöngunefnd tók að mér skilst mjög vel í þetta verkefni þegar Eyjafjarðarsveit heimsótti á sínum tíma og svo fórum við, ég og bæjarfulltrúi Matthías ásamt Eyjafjarðarsveit á fund vegamálastjóra þar sem þetta verkefni var rætt því að þetta er mikið öryggisatriði. Það er sífellt fleiri sem eru að hjóla og ganga og hlaupa þennan hring og það er mikilvægt að bregðast við en hvar fjármagnið kemur það er svo annað atriði og það er eitthvað sem við þurfum að skoða. Á eftir að koma í ljós hvernig ríkið gerir þetta, það kemur fram í fjárlögunum og þegar þau liggja fyrir þá getum við kannski tekið umræðu þetta hver aðkoma Akureyrarbæjar er að þessu verkefni og hvort hún verði einhver. Varðandi umferðaröryggið þá tek ég undir áhyggjur bæjarfulltrúa Evu Hrundar varðandi Tryggvabrautina
En við höfum haft þá vinnureglu að forgangsraða út frá hættulegustu gatnamótunum og það er kannski spurning hvort að sú forgangsraða þurfa að endurskoða þá forgangsröðun í ljósi þessa áhyggna bæjarfulltrúa yfirfundar. En á árinu 2016, bara svona til upplýsinga fyrir bæjarfulltrúa og kannski þá sem eru að horfa, að þá var farið í endurnýjun á ljósum á öllum gatnamótum og tölvum við Þórunnarstræti, BS og Kaupang. Og á næsta ári er áætlað að fara í gatnabrautarlýsingu samkvæmt forgangi og okkar hluti með vegagerðinni sem er meðal annars Glerárgatan. Og einnig öryggisatriði varðandi Naustaskóla, Brekkuskóla og Síðuskóla eins og við ræddum á síðasta fundi, auk ýmsa annarra umferðarmála. Varðandi uppbyggingu á Nökkvasvæðinu. Þá eru nú nokkur verkefni sem verðum frá fyrri meirihluta og þetta er eitt af þeim. Það var gerður uppbyggingarsamningur við Nökkva upp á 75 milljónir króna þar sem það var áætlað fengið 50 milljónir á ári. Þeir eru búinir að vera að taka eitthvað af þessu fjármagni en ekki nærri því allt. Og eins og við ræddum á síðasta fundi þá skiptir máli ásýnd þessa svæðis. Og það er mikill metnaður hérna hjá okkur öllum að ég held til þess að þetta líti vel út. Við höfum búin að leggja mikla vinnu í hérna Drottningarbrautarstíg og mikið fjármagn og það skiptir máli hvernig húsnæði kemur þarna upp og það hafa komið fram tillögur og það búið að samþykkja eina tillögu. Kostnaðaráætlun við þá tillögu er 92 milljónir og spurningin er hvort að við færum þessa framkvæmd á 2 ári eða hvort við förum í þetta næsta ári eða þar næsta ári skiptir kannski ekki öllu máli, við þurfum kannski að skoða bara heildarmyndina á framkvæmdaráætluninni allri og það ég gerir bara ráð fyrir því að við förum í þá vinnu núna á milli umræðna. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur lokið máli sínu, þá tekur til mál bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er nokkur atriði sem ég tel rétt að koma hérna inn á í ljósi þeirra umræðna sem hafa átt sér stað og eru bara fínar umræður. Fyrsta lagi langar mig til að nefna þetta með skíðalyftuna. Það sem við erum að leggja til er náttúrulega það að fara í framkvæmd sem við teljum, og það er greinlegt að það sjá það ekki allir, að skili bæjarfélaginu töluverðum tekjuauka með aukinni aðsókn, gera ráð fyrir því að snjói eins og hefur gert undanfarin ár, göngum fastlega út frá því. Ég hef reyndar ekki spurt veðurklúbbinn á Dalvík hvenær fyrir að snjóa en ég gerir ráð fyrir því að það verði bráðlega. Þetta er framkvæmd sem við erum að gera ráð fyrir að auki alla möguleika í Hlíðarfjalli, ekki bara þeirri snjór. Því þetta er nefnilega eykur gríðarlega möguleika líka þegar ekki snjór og miklu meiri möguleika heldur en nú er. Og ég skora bara á þá bæjarfulltrúa sem ekkert skilja í þessu að kynna sér bara málið betur og ég er tilbúinn til að setjast niður með þeim og ræða þetta mál fram og aftur og er sannfærður það að ég mun sannfæra það. Það að fjárfesta í lyftunni á næsta ári en setja hann upp á þarnæsta gerist nú bara einfallega þannig að það þarf að fjárfesta í henni og koma henni til landsins og það tekur allt tíma. Og þetta fyrir eftir því hvenær þetta er gert. Það er ekkert óeðlilegt í það, þó þetta sé dreift á 2 ár. Varðandi svo þessar hugmyndir okkar það að teygja framkvæmdatíma á ákveðnum verkefnum, þá er ekkert sem kemur í veg fyrir það að þjappa þeim kostnaði saman þá bara einhvern tíma seinna. Það er bara atriði sem við þurfum að setjast niður og ræða. Það er rétt sem kom fram hjá bæjarfulltrúa Guðmundi Baldvin að við erum í raun og veru ekki að leggja til mikla lækkun á framkvæmdakostnaði næstu 4 árin. Við erum hins vegar að forgangsraða þeim á annan hátt og við erum í raun og veru að leggja til að á næsta ári verði lækkun á þessum kostnaði vegna þeirra stöðu sem aðalsjóður og bæjarsjóður er í. Og það finnst okkur skipta máli. Við erum ekki á móti framkvæmdum við Nökkva, af og frá. Við leggjum mikla áherslu á það að þarna rísi bygging sem að sómi sér vel á þessum stað og verður að hluta til andlit bæjarins. Kemur ekkert annað til greina.
Hins vegar er þetta spurning hvernig við förum í þetta verkefni eins og önnur. Og við erum bara að kasta hérna fram hugmyndum til umræðu og við vonum svo bara til þess að fá umræðu þessar hugmyndir á milli þessar umræðuna hérna í bæjarstöðum. Þá langar mig að því að við erum að fara í heilmikla vinnu núna milli funda, bæjarstjórnarfunda þar sem við tökum umræðum fjárhagsáætlun og þar hvetur formaður bæjarráðs, bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin okkur til að senda spurningar til embættismanna fyrirfram. Þannig að þetta verði sem sagt hérna svona skilvirkari fundir og gefi þá meira af sér. Ég er til í það, en þá vil ég líka að það liggi fyrir fullkláraðar starfsáætlanir með upplýsingum sem við getum unnið út frá. Og það er bara því miður þannig að allavega í þeirri gagnagátt sem við höfum aðgangað, þá eru held ég ekki nema 2, hugsanlega 3 starfsáætlanir sem ég get sagt að séu fullunnar eða lýsandi. Annarkvort vantar ítarlegri greinagerðir við þær sem að útskýra það hvað er verið að gera eða þá að það vantar tölur það hvernig embættismenn og starfsmenn þeirra sjá fyrir sér starfsemin á árinu og eru ekki búin að fylla inn í fyrir árið 2017 þannig að maður gerir sér grein fyrir því hvert menn er að fara. Þannig að ég kalla þá bara eftir því að þessi vinna verði kláruð sem allra fyrst þannig að við getum sendt þessar upplýsingar inn eða spurningar sem óskað er eftir. Og ég tek undir það, auðvitað að gera það að koma vel undir búin á þessa fundi en við verðum þá líka að hafa aðgang að upplýsingum. Það eru ýmsir aðrir liðir sem maður kemur ekkert inn á í svona umræðum eins og hér því að maður fer nú ekki að fara upp í pontunum að takmarkað. Forsetarnir eru svo grimmir hérna í bæjarstjórn Akureyrar. En hérna, málið er náttúrulega það að við getum tekið á ótrúlegustu hlutum í svona umræðum sem snúa smáum málum því að þau eru mörg og auðvitað skipta þau öll máli. Maður veltir í til dæmis fyrir sér þegar maður skoðar svona til dæmis veikinda fjarveru hjá Akureyrarbæ á ýmsum stofnunum og ýmsum deildum. Það er alveg ljóst að þar hefur sigið verulega ógæfuhliðina. Við erum að sjá vaxandi veikinda fjarveru núna á síðustu árum. Og þessi veikinda fjarvera getur verið komin til af ýmsum orsökum, en það er eitt af því sem við þurfum þá að vita af hverju er þetta gerast. Þetta er ekki bundið við Akureyri, þetta hefur verið umræðuefni í mörgum öðrum sveitarfélögum. Ég tók nú bara sem dæmi 2 málaflokka sem ég skoðaði aðeins og þar tók ég eftir því að á til dæmis á síðasta ári nam veikinda fjarvera 20 stöðugildum í báðum tilvikum eða 40 stöðugildum yfir það heila. Veikinda fjarveran var sem nam vinnu framlagi 40 starfsmanna á heilu ári. Þetta eru cirka 240 milljónir og ég geri ráð fyrir því 240-50 milljónir svona meðal kostnaðarlega séð og ég geri fastlega ráð fyrir því að þarna hafi afleysing komið til í mjög mörgum tilvikum. Þarna erum við með verulegar fjárhæðir sem að við getum alveg velti fyrir okkur hvort að megi ekki draga eitthvað úr ef að má rekja eitthvað þessar veikinda fjarveru til starfsaðstæðna sem ekki eru nægilega góðar. Við verðum að spyrja okkur þessar spurningar. Við bara verðum. Guðmundur Baldvin nefndi það hérna áðan að hann hefði verið að skoða árbók sveitarfélaga og sá það að stöðugildin voru bara svipuð 2012 og 2015. Já, það er nákvæmlega sem ég sagði áðan. Við mögum ekki gleyma því að 2015, frekar en 2014, þá eru öll stöðugildin í heilsugæslunni farin út. 58. Það hefur ekkert fækkað að því að það hefur fjölgað.
það var frétt í Viðskiptablaðinu mitt fyrir rúma ári síðan þar sem kom fram að hjá Akureyrarbæ þá hefur stöðugildi fækkað milli ára og það var alveg einstakt þegar menn horfðu til sveitarfélaga. Já, það var skiljanlegt því að heilsugæsla fór yfir til ríkisins. Þannig að ég stend bara við það sem ég sagði áðan, en ég er ekki að segja það að þessi stöðugildi séu öll óþörf. Ég vil bara meina það að þetta er eitthvað sem við erum að taka meðvitað ákvörðunum, en þetta á ekki bara að gerast einhverjum. Og það er það sem að er vandinn að sumu leyti. Því er svo borið við og nefnt sem skýring meðal annars á því að vinnu við fjárhagsöflun hefur ekki gengið sem skildi að hagsýslustjóri var í námsleyfi og fjármálastjórinn tók yfir og ég vissi það nú alltaf að fjármálastjórinn væri nú ekki ofurmenni þó hann væri stórmenni. En þannig að það kemur mér ekkert óvart að þegar einn starfsmaður hverfur úr svona starfið að þá komið það niður á vinnubrögðunum einhverjum hætti. Það er ekki hægt að ætlast til þess að annar starfsmaður í fullu starfi taki yfir að fullu starf hins. Þannig að það getur verið skýring og það er bara þannig. En ég ætlaði líka aðeins að nefna það, ég ljósi þeirra umræðina sem voru hérna áðan til dæmis aukinn vanda, vanlíðan og fleira í skólakerfinu og reyndar víðar. Við erum að sjá þetta fötlunargeiranum held ég og víðar. Sko, málið er það að við hefum verið gríðarlega dugleg á undanförnum árum, kannski síðasta áratug, að safna upplýsingum það hvað er að og safna upplýsingum og gögnum hina ótrúlegustu hluti. En það sem okkur gengur alveg bölvanlega af einhverjum ástæðum, og ekki bara hér, það er að nota þessar upplýsingar til þess að vinna með það sem er að. Við vitum það vel að það þarf að breyta starfsháttum víða. Við vitum vel að við þurfum að breyta skipulagi mjög víða. Ég ætla ekki að fara í einstök atriði hér, það er allt of langt mál til að fara í það. En af einhverjum ástæðum gengur okkur alveg bölvanlega að vinna með þetta þannig að það sé verið að vinna skipulega með breytingar þannig að það skili þá árangri. Þannig að, já, við eigum að setja okkur niður verkefnaáætlun. Við eigum að byggja hana á þeim gögnum sem liggja fyrir því að þau eru til, tökum við bara upp. Við eigum að setja okkur markmið það hvar við viljum vera eftir einhvern ákveðin tíma og við eigum að skoða hvort við erum að ná þessum markmið. Það er það sem mér finnst vanta allt og mikið, bæði hér inn í þessa bæjarstjórn og víðar í þessu kerfi. Það eru þessi skipulegu vinnubrögð þannig að við áttum okkur á því hver áhrif ákvarðana og gerða okkar eru. Og það er kannski það sem að stendur á hluta til vegi fyrir því að við séum að ná bara yfir höfuð árangri í stjórnun og fjármálum þessa bæjar. Þannig að ég bara hvet okkur til að gera það. Og aðeins í ljósi þessa, að því ég nefndi það áðan, að við erum með gríðarlega mikla þjónustu. Við erum nefnilega með mikla þjónustu. Ef við skoðum hérna í árbók sveitarfélaga 2016 sem fjallar sveitarfélögin og rekstur þeirra á árinu 2015, þá sjáum við það að skatttekjur á íbúa á Akureyri eru hærri heldur en í Hafnarfirði, Kópavogi og Reykjavík. Bara sem dæmi. Við sjáum það líka að kostnaður á íbúa í menningarmálum, íþróttamálum, félagsþjónustu er verulega mikið hærri en í öllum þessu sveitarfélögum, meira að segja Reykjavík líka. Við erum sem sagt að veita meiri þjónustu. Ég trúi ekki að hún sé dýrari bara því hún er hér. Það hlýtur að liggja einhverju leyti í því. Hins vegar að við skoðum fræðslumálin að þá eru þau bara svipuðu róli. Við erum ekki bara hagstæðari heldur en á þessu svæði. Þið segir mér að við höfum bara tækifæri til þess að skoða í hverju þetta liggur. Ég veit að þetta liggur að hluta til í steypu. Það liggur í steypunni í Hofi meðal annars, menningarmálum.
Og það bara eitthvað sem við erum að velta fyrir okkur. Við erum að veita mikla þjónustu. Spurningin, við erum að veita meiri þjónustu en við stöndum undir. Það er kannski það sem við þurfum að velta fyrir okkur. Og þá hvar? Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Þá hefur bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson beðið um orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, mér langar nú aðeins koma aftur inn á gjaldskrámálið. Það kemur fyrir að ég hef rangt fyrir mér. Það er ekki oft, en þegar það gerist þá er ég skott að koma og biðja þá velvirðing á því. Samkvæmt þeim upplýsingum sem ég var að vinna með, þá leit þetta svona út og þetta sló mig. Og ég skal bara vanda mig betur í því næst. En mér finnst ekki þá allavega gott ef við tökum upp almenna gjaldskráhækkanir þá í milli núna í framhaldi af þessu. Og ég skal ekki koma svona dilgjur aftur, ekki bráð. En varðandi skíðaliftuna og þau mál, þá langar mér nú samt að koma þess inn á það að ég hlynntur kaup á skíðaliftunni. Ég hlynntur uppbyggingu í fjallinu. Svo það sé nú sagt. Og ég get alveg fallist á það með sjálfstæðisflokknum ef hann er einn í því að við höfum að kaupa þessa skíðaliftu en ég er ekki kaupa hana til að geyma hana. Það sé ég þannig, ég kaupa hana og framkvæma hlutina. En mér finnst líka mjög mikilvægt áður það gert að það liggi fyrir hvert framtíðaráætlunin varðandi skíðasvæði. Það bíðum eftir ákvörðun eða hvort sem við erum að bíða eftir AFE eða köllum það bara eftir henni með hraði. Mér langar bara að taka það fram. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur lokið máli sínu. Þá tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég er bara eins og Preben, maður bara verða að viðurkenna mistök, sko. Við alltaf glemdi þessari heilsugæslu í tölurum með samanburðun. Þannig að Gunnar hafði svolítið rétt fyrir sér, sko. Það var þarna pínu þarna á milli, en hefur við náttúrulega á sama tíma verið að bæta í aðra þjónustu. Við tókum á þessu tíma inn, ef ég maður rétt, öldrunarheimilið inn í, út í Laugarmannslíð sem að kallaði á fleiri stöðugildi. Við vorum að taka Borgarhlíðina sem kallaði á fleiri stöðugildi og við höfum verið að bæta í þjónustuna í sérstaklega málefnum fatlaðra víða. Þetta hefur kallað á fleiri stöðugildi, þannig að þetta er náttúrulega kannski bara þessi þróun sem hefur verið og ég held að það sé alveg bara að við þurfum í rauninni að rýna í þetta og eins og ég sagði hérna áðan og kom fram í máli mínu að við þurfum að sérstaklega held ég að rýna í þessa þjónustu sem við erum að veita á sviði málefna fatlaðra, sko, hvað við erum í rauninni að fá með þessu sem við eigum að vera að fá frá ríkinu, það heldur séu nauðsynlegt. Og sko varðandi starfsáætlanirnar þá er ég alltaf sammála þær eru sumari hverjar ekki alveg frágengna en það væri nú samt gott að því við erum nú með 2 nefndir inni á fundi á 5. að Gunnar þá minnst ég skoða þær starfsáætlanir og velti fyrir sér gott að vantað inn í þær hjá þessum 2 aðilum sem að koma inn undir síðasta fundi í bæjarráði. En þarna mér sýndist nú til að mynda að minnsta kosti það sem að lagt hefur verið fram af samfélags- og mannréttindaráði og íþróttaráði vera nokkuð vel unnið af þeim embættismanni, þannig að ég held nú að við getum verið með þær inni. Þannig að ég held að þetta sé, við þurfum að kannski bara íta á það að þeir klári þá sína starfsáætlanir sem eftir eru en ég held að sé nú flestir komin ansi langt með þær. Þannig ég held að þetta sé nú kannski bara spurningu þá að Gunnar beindi fyrirspurningum til þeirra og bæði á bara að klára starfsáætlanir þannig að það lægi fyrir fundin af því að við munum setja þetta undir sem gögn á fundin á 5. En þannig að ég held að það sé alveg rétt en að við þurfum að klára það. Svo alltaf verið að tala sko, Gunnar kom inn á það að til að mynda að við varum að borga meira með til að mynda íþróttamálun heldur meðal sveitarfélagið. Það er akkurat þess að við erum alltaf framkvæm og svo erum við að tala núna skíðalyftu sem allir eru mjög hrifnir af og vilja það kostar peninga og það eykur kostnaðinn enn og aftur hjá íþróttamálunum. Þannig að við erum svona alltaf og við höfum verið svolítið mikið að segja hérna um tíðina í þessu ágæta samfélagi okkur og það er bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á það, hann spurði hvaða þjónustu við erum að veita. Við til dæmis erum núna að tala innri leigu rétt tæpa milljarð vegna íþróttamannvirkja
Og alltaf öllum tíman þegar þetta hefur tekið fyrir hér í bæjarráði og bæjarstjórn þá hefur þetta alltaf verið mjög mikilvæg framkvæmdir og myndu stuðla að þessu og hinu hér í samfélag og skapa betri lífsgæði og lífskjör sem alveg eðlilegt. Þannig að það náttúrulega, en svo náttúrulega kannski af því að bæjarfulltrúi Ingibjörg talaði það, benti mér á hérna með varðandi þessi íþróttamannvirki sem við erum þó að byggja sem að við erum náttúrulega líka nýta undir skólamannvirki þannig að þetta svona kannski líka sambland við erum að byggja íþróttahús fyrir skólana þannig að maður ekki líka gleyma því en þetta engu að séu þannig að ég meina við höfum fengið heimsóknir hér frá erlendis frá og víða að það sem að menn hafa velt fyrir sér hvers konar samfélag við erum og hvers að þjónustu við erum að veita með samfélag sem býr með 18-20.000 manna íbúum. Það rosalega mikið og við getum verið stolt af því en við þurfum kannski líka að velja og hafna á hvað við viljum gera og það óþrjótandi verkefni sem að bíða okkar ef að við myndum vilja gera allt fyrir alla. Það ekki spurning. Takk. Fulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Voruð þið laust? Forseti veitir leyfi til þess að fara með stutta fyrirspurn eða umræðu. En bæjarfulltrúi Bergþóra Þórhallsdóttir, nei, þú ert að fara í fyrsta skipti, þú mátt tala mjög lengi, þannig að Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það ljóst að sveitarfélagið okkar sem önnur eiga í kjaraviðræðum við kennara sem vísað hefur verið til ríkissáttasemjara. Mér langar að leggja áherslu á að mikilvægt að hlusta á raddir kennara þegar kemur að því að ræða starfsumhverfi þeirra og möguleika til bættra kjara. Við eigum að vera óhrædd að skoða og greina starfsaðstæður þeirra og taka upp samræðu möguleikana í stöðunni. Samræða til alls fyrst. Það skólastjórnenda síðan að finna hagkvæmustu leiðina fyrir nemendur og ráða fólk í samræmi við það kröfur sem skólastofnanir gera og skólayfirvöld. En hvernig náum við hagræðingu í rekstri skólastofnana? Það hlýtur að vera áhugamál hér inni. Jú, nemendur eiga að fá tækifæri í námsferlinu til að nýta tíma sinn vel og til fulls. Þar sem námsárangur á öllum sviðum hafður að leiðarljósi. Með því að gera þetta aukum við flæði og framleiðni í námi best. Til að svo megi verða þurfum við að sækjast eftir því að kennarar fái notið sín í starfi þar sem þeirra hlutverk að leiða nemendur í gegnum þetta námsferli á einstaklingsmiðaðan hátt. Kennarar bara að sinna svo miklu meiru. Og að taka að sig kennslu kennaranema í meira mæli en nú þegar líkt og bæjarfulltrúi Preben kom inn á, til viðbútar við þetta vandasama starf að mínu viti alls ekki góð hugmynd að svo konu máli. Ég óþreytandi að benda á hagræðingarleiðir með nýtingu tækni í skólastarfi og það ein helsta ástæða þess að ég stend hér. Í opinberri stjórnsýslu þarf ofta að kosta einhverju til að ná árangri. Líkt og í rafrænni stjórnsýslu eins og bæjarfulltrúi Eva kom inn á, má stytta námsferla í skólakerfinu með tækni, spara pappír, hvetja nemendur áfram í námsferlinu með kennsluaðferðum 21. aldar, styðja við rökhugsun með forritunarkennslu, nýta tæknina til stuðnings og sérkennslu með þeim fjölbreytileika sem hún býður upp á og með tækni má byggja upp sterkan grunn undir nýsköpun og svona mætti lengi telja. Við eigum að gera kröfu að skólarnir þróist í takt við tækniþróun og við eigum að gera ráð fyrir að störf breytist. Það á einnig við þegar breytingar gerðar á kjarasamningum. Við eigum að þola breytingar en þær þurfa að vera gerðar á réttum forsendum. Varðandi sálfræðinga í skólum eins og bæjarfulltrúi Eva kom inn á, þá sé ég það vel fyrir mér þar sem það getur stytt ferla í málefnum barna og ungmenna. Ég hins vegar á þeirri skoðun að við eigum að skoða miklu fremur dagsskipulag barna og ungmenna heildstætt með það að leiðarljósi að skoða vinnuálag á börn, ungmenni og fjölskyldur þeirra. Hvað teljum við eðlilegt að nemendur í leik- og grunnskóla vinni langan vinnudag? Þykir okkur eðlilegt að ungmenni vinni samhliða skólagöngu?
Væri tíma þeirra betur varið í heimanám sem metið til styttingarnáms? Getum við tekið frá tíma í dagskipulagi íbúa sem miða að samveru fjölskyldunar? Mér finnst það vel koma til greina. Þó að stundum þurfa að kosta einhverju til, að þá á ekki alltaf þurfa að kosta peninga. Við þurfum stundum að skoða skipulag og aðstæður íbúana og forðast að vera sífellt að bregðast við tilbúnum þörfum. Teljum við það eðlilegt að nemendur eigi eftir að ljúka sínum starfsdegi þegar þau eru sótt í dagradvöl eftir skóla? Þá eiga börn oft eftir að fara í alls konar tómstundir og æskulistarf. Getur verið að þetta valdi kvíða og óþarfa álagi á börn og fjölskyldu þeirra? Ég tek heilshugar undir orð Gunnars Gíslasonar svona að lokum að við þurfum að vinna skipulega að markmiðum sem framkoma í starfsáætlunum og ég sakna þess að sjá ekki í starfsáætlunum meiri innleiðingu á tækni í skólastarf. En starfsáætlunir þurfa líka að vera raunhæfar og meira byggðar upp sem áætlun en ekki skýrslur. Takk. Bæjarfulltrúi Bergþóra Þórhallsdóttir hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason, hann var búinn að biðja orðið. Silja, nennirðu að íta í bæjarfulltrúa Gunnar? Bæjarfulltrúa Gunnar Gíslason í pontu. Talað að ég hefði stuttan tíma. Þetta styttan sérst eitthvað. Ég glemdi einu sem ég ætlaði aðeins að ræða varðandi framkvæmdaáætlunina og ég ætla bara að skjóta hérna inn. En mér finnst skipta máli. Í framkvæmdamiðstöð Akureyrar og Augnasjóði Gatna talað það að það eigi að setja milljarð á árunum 2018 til 2020 í miðbæinn. Það hefur verið nefnt þar bygging bifreiðastæða hús meðal annars í umræðum. En ég ger ráð fyrir að hluta þessi sé líka færslan á Glerárgötunni. Og ég tel mikilvægt að við reynum að finna leið til að draga úr þessum kostnaði sem mest má vera. Og það verður náttúrulega ekki gert öðruvísi en að breyta deiliskipulagi miðbæjarins og hætta við þessar breytingar á Glerárgötunni og minnka eilítið þá byggingareiti sem áætlaðar í miðbæinn. Ég vildi bara fá að nefna þetta hérna því að ég tel að þetta sé eitt af svona mikilvægari málunum þegar við erum að tala fjárfestingar og kostnað í kerfinu. Við erum að tala 100 milljónir króna í innri leigu og ekki rekstrarkostnað sem því nemur. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason har lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur beðið orðið. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætlaði nú ekki að vera að lengja þessa umræðin eitt en finnst ég aðeins þurfa að koma inn á lokaorð bæjarfulltrúa Guðmundar sem að sagði það er ekki þannig að við viljum ekki gera allt fyrir alla. Við erum í pólitík af því að við höfum ákveðna skoðun á forgangsröðun og mér finnst pínu vanta pólitíska sýn meirihlutans sem að samt birtist, þó hún sé ekki sögð, hún birtist í því að það sé ekki vilji til þess að þjónusta ungt fólk þar sem að ég hef verið að benda á að ég hafi áhyggjur og ég lít á vandamál sem að þurfa að leysa, sem að þurfa að vera framarlega í forgangsröðinni. Það er bara ekki þannig að það sé ekki hægt að forgangsraða og auðvitað getum ég get alveg bent á einhverja tillingaskíta sem við getum tekið út í staðinn. Ég kannski hugsanlega væri hægt að taka eitthvað út úr námsleyfasjóði embættismanna, hugsanlega væri eitthvað hægt að taka út úr, ég veit ekki, risnu sjóði bæjarstjóra. Það er alveg peningar, þetta er auðvitað spurning um forgangsröðun og mér finnst það bara ótrúlega ódýrt að einhvern veginn ætla að enda þessa umræðu á því að sé nú gett að gera allt fyrir alla. Nei, það er ekki hægt, en við verðum að taka afstöðu til þess hvað ætlum að gera og hvað ætlum að ekki að gera. Takk.
Bæjarfulltrúi Sólu Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson hefur beðið um orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég reikna nú með þetta fyrir nú að draga svona fara að enda þessa umræður. Þannig þetta verður kannski síðast sem ég kom upp en má þó koma upp eins og ég vil. En ég vil bara þakka fyrir þær umræður sem átt sér stað hérna. Varðandi í það sem að bæjarfulltrúi Sólu talaði um allt fyrir alla. Ég var þá að vísa til framkvæmda. Það var eiginlega kannski það sem ég var að hugsa um að það er rosalega mikla pressa á alls konar framkvæmdir í íþróttamálum. Þá var ég kannski að hugsa um íþróttamálum. Menn talaði hér um alls konar fleiri greiningarásvelli, það er ýmsar hallir og svo framvegis. Það er alltaf hægt að gera allt fyrir alla sko. Veist, ef maður bara kærir sig sko. Ég var kannski að reyna að koma því frekar að. Ég er alveg sammála því að Sóli að pólitík snýst það að forgangsraða og velta fyrir sig hvernig maður ráðstafa þeim fjármunum sem við erum með. Því miður finnst mér alltaf að vera með svolítið þröngast stakk en við þurfum samt sem að og reyndum og gerðum það í aðgerðum að reyna að velta við sem flestum þúfum en ég held að þetta sé eilífa verkefni. Það er hvernig við ætlum að færa peningana á milli sem best inn í samfélaginu. Varðandi það sem að Gunnar talaði bæjarfulltrúi þessa milljarð í gatnagerða eða eignasjóði gatna. Jú, þetta er vissulega hugsað sem þarna kostnað vegna þá meðal annars þrengingu götunnar. Það er verið að fara í tilraunverkefni næsta ári þar sem verður sett upp sem sagt þrenging og menn svona kanna hvernig þetta gengur fyrir sig umferðarflæðið. Ef að það er eitthvað sem að kemur ljós að gengur ekki upp þá mennum menn náttúrulega hljóta þurfa að endurskoða hvernig menn ætla að hanna þetta deiliskipulag og það kannski niðurstaða verður kannski svo að þetta verður menn á aftur að gera þetta kosningamáli við næstu kosningum ef að ég veit svo ekki hvernig það verður en hins vegar ánægilegt að það er orðið þó uppbygging á Drottningabrautarreitnum og það hefur orðið mjög ánægileg uppbygging við Hafnarsvæðið sem ég tel vera mjög jákvæða. Þannig að við svona erum að sjá minnst ýmislegt lífna þarna við og ég hefði gjarna viljað sjá að við sæjum miðbæinn í framkvæmdum á næstu árum en ég held að þetta er eitt af því sem við þurfum að gera til þess í rauninni að meta það hvort það sé þörf á að þrengja eða hvort að við getum þrengt glergötuna þar að gera þessa tillögur sem við hefum verið að tala um. En annars bara ætla ég að ljúka máli mínu núna með það að segja þakka fyrir þessar umræður, það hafa verið mjög gagnlegar, margt komið fram í þeim sem að getur nýst okkur í þessari vinnu sem við eigum að fyrir höndum núna næsta mánuðinn og við munum reyna að halda vel á spöðunum í þeirri vinnu og reyna að svona komast af einhverju niðurstöðu sem við getum verið ásátt með endanlega fjárhagsáætlun. Auðvitað er það þannig að það verður náttúrulega aldrei neina stórar sveiflur en við þurfum að skoða allt sem við getum til þess að sjá hvernig við getum séð betri rekstur til framtíðar og þá verðum við að horfa til ekki bara næsta árs heldur næstu ára. En nú aftur takk fyrir umræðuna. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Þá held ég að umræðum sé lokið og við vísum þá, eða ég ber upp þá tillögu að vísa þeim tillögum sem að bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom með hérna í sínu máli breytingar á framkvæmdaáætlun og þeir sem geta samþykkt það að því verður vísað til bæjarráðs vinsælaskeðmerki. Það er samþykkt samhliða. Síðan ber ég upp það að við vísum fyrir umræðu fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2017 til 2020 til bæjarráðs þeir sem geta samþykkt það vinsælaskeðmerki og það er samþykkt samhliða. Þá er fundi slitið klukkan 18:35.